Let's go, Birgir. Ég er ekki að ljúga þér nýja hlustendur núna þegar ég segi ég hef aldrei verið spenntur fyrir þetta. Nei, við erum búin að taka 2 tíma eða eitthvað með gesti kvöldsins og ég bara er heiður að fá að vera lengur með hann. Já, þetta er Þetta var eiginlega efni heila þátt að sem vorum að tala fyrir þátt. Já, við ég bara glemdi þetta rekk eins og svo áttaður. Nei. Það er alltaf á 10 núna? Já, það er alltaf á 10 og ég vil bara byrja að koma aðeins inn á það er mikið að gerast, það eru mörg járn í eldinum. Já. Við erum nýjir styrktaraðilar. Nýjir styrktaraðilar. Komum með Kemi. Glussin. Helviti Glussin maður. Það eru með alla varahluti sem þú þarft í bílinn og já, og alla sótthreinsinvörur og svo erum við þessar grímur þannig að ef þú með gleru og þá kemur ekki móða á gleruðin. Nei, olía, allir pakkinn, þeir eru bara með þetta. Já, það er bara geggjaður og við hlökkum til samstarfsins og já, bara bjóðum velkomna í Kat-fjölskylduna. Já, og ég vil líka þakka Huga fyrir þennan góða glussa í Gambino. Ekki bara segja eins og þetta er ekki fyrsta glasi okkur í kvöld. Nei, það er bara staðan. Og gestur kvöldsins var að hrósa rauðinu bara rétt á hann fyrir lofti. Já, hann hafði ekki hugmynd þetta væri styrktaraðili þáttarins, en þetta er mjög gott vín, Gambino, ég mæli með þetta er í Heiðrúnu og velvöldum vínbúðum. Já. Endilega tjekkja á því, þannig að sko, það er ekki eftir neina að bíða. Nei, veist, ég ætla bara að finna þetta hérna. Findu eftir Gjamma aðeins, að ég er að stilla sig upp á réttum stað. Ok, þetta er ekki harðasta lagi, jú, þetta er eiginlega harðasta lagi sem við komum svo far. En þú ert að stilla inn á einhverju ákveðnu mínútu, þetta er eitthvað teknólag, þetta er rússneskt teknólag. Við vorum bara að stilla Sviðismynd, já, bjóðum bara Ragnar Sigurðsson, einn besta miðvörð og landsliðsmann sem við höfum átt velkomin í setti. Blessað. Sælir. Gaman að sjá okkur. Sömuleiðis. Ég veit ekki hvað þú kallar techno en þetta er rap sko. Birkir átti þessi orð og skuldið sko. Já, þetta er grjóthart. Hvar heyrðu þetta? Ég er í Rússlandi. Já, þetta er rússneskt. Menn verða kannski í vandræðum með að finna nafnið á þessu. Það verður bara að segja saman það. Já, rétt. Það er ekki erfitt. En þetta er myndavélin? Já, þetta er myndavélin þarna. Þessi græni? Já. Okay. Sko, fyrsta spurning kvöldsins er alltaf svo sama. Skákmaður Ragnar Sigurðsson. Bakgrunninn og ég er búinn að leggja þér ótrúlega mikla vinnu í að bæta mig sem skákmaður og það hefði farið mjög upp og niður. Hvar lærðirðu mannganginn til að byrja með? Ég man ekki hvar ég lærði það í fyrsta skipti, en ég man að afi minn var mjög duglegur að tefla mig. Já. Ég var lítill. Það nefndi ekki annar, ég var bróður minn þar. Bróður minn teldi á þenni. Það er ekkert margir sem að nenna að tefla við barn sem að kann ekki neitt. Nei, já. En ég man að það voru sérstaklega þeir tveir sem að gáðu þessu tíma nýða, sko. Og varstu fljótur að pikka þetta upp? Sástu strax á vast? Nei, ég var aldrei neitt, það fór ekki það mikill tími í þetta að maður gæti séð einhverja bætingu og ég fór aldrei í skákklúb eða neitt þannig, þannig að maður geti ekki séð bara að ég er að vera betri, það var svo sjaldan en ég hef alltaf haft áhuga á því og ég held að síðustu svona alveg 10 ár sem ég er búinn að vera að spila online. Já, við vorum búin að heyra því sko að þú er búinn að vera lengi að blaða í okkur sko. Okay, og það er frábært að fá þig sko. Hlökkum mikið til þáttarins sko. Já, eins og við nefndum á við Leifi sko, það er nánast eftir heila þátt hvað er búinn að tala fyrir þátt sko. Já, sem kannski kemur ekki fram í Nei, en við vorum að tefla þetta fyrir þátt og þú ert Ólsegur? Við viljum samt ekki Ósegur? Ólsegur? Já. Ólsegur? Hvað þýðir það? Bara mjög ósegur. Þú ert ekki segur, já. Ég stóð aðeins í þér. Já, gerði það. Ég var að fara að sveitna þarna, sko. Ég því mér ekki alveg góður og viðar sem ég sá hann mátaði þig, sko. Alltaf rifjaði. Alltaf rifjaði. Sko, hartmátt, sko. Já, það var ljótt var það. En sko, Leifur, ég held þú eigi bara að því miður á lengra er haldið. Raggir tekur alltaf 3-0. Við ætlum að vera rólegir í kvöld, Raggi minn. Tökum hérna rólega, byrjum bara því að það er bara tíminn það. Það er bara tíminn það.
Við erum búin að stilla þetta þannig að þú ættir að vera bara rólegur. Ok, byrjaði bara? Já, þú byrjaður. Okay, en við erum bara að grilla það með það. En svo málið það, menn koma heldur kókrustir að borði, en að tefla og tala ekkert grín, sko. Nei. Bara sagt það strax. En já, þú sagðir að það gafst kannski ekkert mikið rými fyrir skákina á einum yngri árum. Nei. Hvenær byrjaðir í boltanum? Ég held ég að vera byrjaður 5-6 ára, sko. Já. Það náttúrulega bara, veist, mann bara hent í það. Einmitt. En það sást alveg frekar snemma. Það verið góður. Já. Sko, ég ætti að gera þetta. Ekki hjálpa mér, sko. Nei. Þú mátt samt alltaf hringi vinn, sko. Nú? Já. Og getur það verið þið, eða? Það er við. Á hvaða level er þessi gæði? Hann er cirka 1000. Þannig ég ætti að vera betur en hann þá. Þú ættir að betur en hann, sko, klálega. Herra, ég ætla ekki að vera að æsa mig það, sko. Nei, slakaði bara á. Það sást snemma að varst ágætur í fótbolta. En hvernig varstu líkamlega þegar þú varst yngri? Já, allir búin að segja ykkur sögur, eða? Nei, þetta er bara... Ég var alltaf frekar hraustur. Já. Hraustur munum kominn. En ég var alltaf svolítið chubby, sko. Já. Og en það hafði mér ekkert mikið á yngri árum, sko. En Erfitt með að sjá þig fyrir með chubby, eitthvað nei. Er ég ekki chubby núna? Nei, bara hel skafin. Það er við þá. Mættir hérna inn í AHA-stúdíu og tókst þú úr ofan, hann að ég... Herri, ég sé strax að ég er búin að gera eitthvað mistök í það. Nei, þú ert í góðum málum. Þið eru að tala alltaf mikið, sko. Ég veit það. Og þetta er bara fyrst á kvöldsinn, sko. Já. En já, þú veist, Leifur, við erum aðeins að mjólka aðeins. Ok, skákmaðurinn, ok, þannig að það var ekki mikil skák í grunnskólanum. Hvenær byrjaðir að hafa raunverulegan áhuga á skák? Man ekki alveg, ég man þegar ég fór í FG. Já. Garðabænum, þá voru svolítið að spila skák í frímínútunum, sko. Já. Og þá fór ég að hafa svolítið, fann ég að ég hafði svolítið mikinn áhuga fyrir því. Og það er bara ekkert löngu eftir það sem ég flytt út, sko, byrja að spila. Já. Og þá er ég alltaf með chess uppinn í gangi, skilur. Já. En það var aldrei neitt eitthvað super serious. En hafðir alltaf áhuga? það er erfitt að spila og tala. Það er ekkert eðlilega erfitt. Já, ég veit það. Sérstaklega því að þetta hann er pælari, sko. Já, ég vil standa mig vel. Já, þú vilt hugsa, sko. Já. En var einhver kveikja, þú veist, voru að spila í landsliðinu eða hvað Hvenær varstu bara svona, ég ætla að byrja að stúdera þetta? Já, ok. Þá er ég bara einn, sko. Þá þekki ég engan sem er að spila skák. Nei. Og ég er bara á chess.com eða eitthvað og í mínu frítíma að gera það. Og svo fer skák áhugin svolítið upp og niður, sko. Og kemur í svona köflum. En já, síðan þegar við byrjum líka náttúrulega með landsliðinu, ég og Viðar og Kolli, Maggi Gylfa, búum til svolítið svona skákklúbb. Þá segja það að komast þið alvara í skákina, sko. Þá fann ég að ég þarf eiginlega að fara djöfullinn, maður. Ég ætla að fara hingað. Já, segur. Ég þarf eiginlega að fara að einbeita mér að þessu af því að ég fann það að Maggi og Vögg, sko, voru miklu betur en ég. Já. Og ég og Kolli vorum á svipuðu leveli. Já. Þannig að Vinnurðu Kolla 10 skákum í einvígi? Já, 9 af 10, sko. Hefur að vera hingað til, en hann Kolli er þannig, sko, að ég hef ekki að fara þangað. Kolli er þannig, hann kemur sér oft í ótrúlega góða stöðu. Og svo klúðrar hann þig bara ekki. Hann hefur oft verið með mig í ykkur vesinni en klúðrar þessu bara. Já. Ef við tökum Kolla... Ég ætla að fara tilbaka bara, ég ætla ekki að gera þetta. Kolla, Magga Gylfa, Viðar og þig. Hvernig myndirðu lýsa ykkur sem kannski skákmönnum og karakterum upp á það að gera kannski náttúrutalent versus bara mani og obsession? Ok, Viðar er svona náttúrutalent. Ok.
hann mér finnst ógeðslega erfitt að spila við það sko. Maggi örugglega, herri, ég var ekkert að fylgjast með. Ég eiginlega ekki allt hérna sko. Leifur. Já, sorry, ég svo stór. Kjafturinn á mér. En já. Og Maggi örugglega sem hefur spilað mest. Já. Og hann nú alltaf eldri og með mikla reynslu og rosalega mekanískur í sínum leik. En við erum samt búin að segja með að maður bara drepaði hérna riddarinn hans. Já, það málega. Þá á maður séns á mótunum sko. Hérna, byttu. Já. Þú komst með eitt tips á hann sko. Já. Kannski að koma þessum í leik. Sér fólki að fara músuna? Nei. En ég gerir svona? Nei, gerðu bara sem þú vill sko. Sko, er það ekki bara Leifur, vel á leik? Það svo gaman að fá landsliðsmann í settið sem er passionate skákmaður sko. Já, það Ég mjög passionate sko. Já. Þú veist, hann eiginlega meira passionate heldur en Vögin sko. Já. Það út af því að hann náttúrutalent. Já. Hann tekur svolítið svona for granted, skilur. Já. Mér langar rosalega að verða betri sko. Já. Tekur því ekki að ég ekki jafn góður hann og ég þarf að vinna meira fyrir því sko. Já. Þannig að það alltaf bara... Leifur, þurfum ekki bara að stilla upp að við 4 hittust í bjór bara reglulega og erum að fara yfir byrjanir og svo framvegis? Það var alltaf bara mjög gaman sko. Það var mjög gaman. Hann ætlar að loka á mig þetta helviti. Já, hann ætlaði ekki að hleypa hann upp með beði. En ég get alveg farið á hann. Já, kyrrið á hann. Við erum alltaf búin að sæna bæði... Sjáðu, riddarinn hans, hann er góður, riddarinn ekkert spes. Já, þetta er svona moment sem ég stundum, hvort að þetta með biskupnum eða riddaranum? Biskup 3,5 stig, riddari 3 stig. Það er biskup betri? Já. Ha, ég held alltaf að hesturinn var talið betri. Hann er lúmskari, en biskupin er betri. Ok. Þannig að... Býtu? Nei, ég sá ekki hennan maður. Anskotin, getið tekið tilbaka það? Ég skal lofa þér, við tökum inn í kvöld þar sem þú farið að njóta einn á tapparinn og við skulum ekki bugga þér svona mikið sko. Ok. Ég er alveg búinn að glemma þessum. En þú sjálfur sem skákmaður myndir segja að væri sko, Viðar nýtur góðs að því að hann teldi aðeins á yngri árum sko. Það er eitthvað... Jú, hann er alltaf með góðan grunn sko, sem að við hinnir fengum ekki að því að hann var laumu nördi þá sko. Og svo að skák sé ekki nörda íþrótt lengur. Þá var það back in the day sko. Já. Og maður er ennþá að reyna að berga því sko. Það er nú bara þannig. En já, ok, þú ert í... Ég er alveg lost í þessari skák. Hver myndir þú segja að væri mesti nördin í landsliðinu? Wow. Já, góð spurning. Þetta er bara svona alveg nált að fara út í eitthvað bullying sko. Ég er að spáði svara því bara ekkert. Já, Er ekki bara jákvæð þegar nörd er? Ég kalla mig nörd út af því. Mér finnst það bara... Já, það er bara spurning sko, hvers konar nörd þú ert að tala sko. Já, bara, ég er þá að meina, þú veist, gæi... Sko, þegar ég myndi vísa einhvern sem nörd, þá myndi ég ekki gera einhvern sem er sjúklega inn á sig og bara einhvern veginn ekki fær... Ég myndi frekar hugsa einhvern gæi sem að hugsa kannski út fyrir kassan og er að pæla öðrum hlutum og viðurkenna það. Já, en svo kannski eitthvað sem að mér finnst nörd, finnst þér ekki nörd og öfugt. Þannig að... Já, þetta er kannski viðkvæmt, já. En nei, það er bara spurningum hvernig matur lögur á það? Hvernig típa þú ert, hvað þér finnst vera nördalegt og... Já. Þannig að þetta er mjög erfið spurning sko. Nú áttu góða leik. Já. Ragnar Sigurdsson. Já, ég held að sé þessi hérna. Yes, já, sir. takk. Gafli. Back in the game. Back in the game. Hóta biskup er háþrí líka ef hann fær riddara sinn og... Já. Ef maður spilar á þessu leveli þá fær maður hann séns. Maður hefur efnað að gera smá mistök sko. En Leifur, þú veist að ég er búin að sæna, við erum búin að sæna núna í skákfélag okkar, bæði Ragga og Vögg. Já, stór gluggi. Stór gluggi og ekki gleyma þér sko. Nei, ég... Þetta eru... Já, til að gleyma mér sko. Raggi, þú veist að þú ert á landinu þarna næstu mánaðamót. Já, ég bý á Íslandi núna. Já, þú ert að vera að keppa á Íslandsmót skákfélag. Ok. Fyrir mitt skákfélag. Hvenær er það? Þú og Vögg eru saman í sveit. Það er 30. september til 3. október. Ok, ég er bara til, en Vögin, verður hann hérna? Já, hann verður hérna. Byrju, ég flýg honum með. Já, fara.
Hvað ætlar að gera, kallinn minn? Hvað ætlar að gera? Ég hlýt Já, átó Ég hlýt að vera að drepa sko Búin að vinna núna Nei, byrju Ok, þetta er alltaf Þetta er ekki hótun. Þetta er alltaf leið Það er bara sík og slaka á Nei, ég er Þú alltaf ert eins og það hótun. Þú ert alltaf góðan leik. Já, gerðu þetta bara. Þarna sko Leifur, verð ekki bara að segja að fyrir fólk sem er að hlusta á Spotify þennan þátt stilla á YouTube eða Jú, þetta er Fólk vill horfa á þennan þátt Já, sko. þið viljið sjá rakatefla. Það eru gæði á borðinu sko. Já, það er Þú hlustar ekki á þennan þátt sko. Þetta eru leynd gæði sko Já, það er bara svo leið sko. En ef við komum aðeins aftur að yngri flokkunum hjá þér Já þá ertu byrja 5-6 ára að sjá sem í Fylki byrja sem miðjumaður Já, ég spila miðju alveg já, þang til ég er svona 17 ára Já Þá Ert miðmaður í Svo 17 kall sem árstöðinu? þú ert ekki að nota sem þú ert ekki bara að hreyfa allan leikinn sem að geggjaður spilna Já, bang Já, þarna Yes, sir. En sko, ég var að spá Ef við tek þennan hingað Nei, drepi drottning F2 sko. Drottning kemur í vörðunum sko. Hvar segirðu? Hrókutur B3 drepi Já, hann kemur strax fyrir það, já. auðvitað Ég verð náttúrulega bara að taka hennan Já, sigur Já, svo get ég kannski farið hér Nei, get það náttúrulega nei. ekki En að leika nú bara H5 skilur Ok, það er fínt að fá smá Já. hjálp í fyrstu skák Já, leiktu nú bara H5 og þú bara, manstu, án að tala veikleika fyrir þátt, manstu nú leikur bara H4 næst og býr til veikleika og G3 skilur Já Þessi er svolítið vík núna Helviti vík, eftir H4 þá hann er bara búinn Hvað getur hann gert? að besta sem kannski Getur hann gert drepa á eitthvað til G7 sko með biskupnum og fórna biskupnum bara sko fyrir uppskipt Er ég að fara að vera svona mest serious þáttakandi í þetta? Það gæti vel Við farið fögnum því sko það er Það gæti sko þið fagnið, það gæti alveg orðið boring sko Já, en ok, þetta var góð leikur hjá hann Já Ok, bakkaði bara og bara D7 eða eitthvað Já, fara vel niður sko Alveg niður bara? Já, Ok út í góða stöðu sko Áttu þið góðu gengi að fagna yngri flokkum? Voru með Já, við unnum allt Það er svoleiðis Já, ég og Hvaða kynslóð er Bertinn og 86 Þú og Berti og Berti og Gústi og Gummi og Jonni og Einar og allir þessi gæðina allir kóngandi maður Já, og fleiri sko bara leiðilegt að vera að gleyma einhverjum Unnuð allt? Við unnum öll þú veist, Shell-mótin, öll SO-mótin og meira segja Nei, við vorum svo lélega 85 árgang sko það var alltaf að spila, þú veist eldra ári og yngra ári þannig að það var alltaf erfitt að vinna eldra ári það voru bara 2 góðir eða eitthvað en við vorum ofta að spila upp fyrir okkur og svona en þegar við vorum eldra og unnum við allt sko Já Svo fyrsti ósigurinn var á stjörnumótinu eða eitthvað fórum úrslitaleikinn við stjörnuna Já töpum úrslitaleiknum, fórum allir að grenja sko Það sjálfsögðu við bara skildum ekki hvað var að tapa sko Ok, hvað er mér núna með leikirni? Hvað er með leikin? Ok, býða þess Nei, láttu þetta pefri Já, hvað er með þetta bara? Já, ég er að spara að fara að hinga sko Nei Nú Horfðu á drottninguna þína Klára þetta bara Já, auðvitað bara svona Þarna Takk fyrir öfna Ok, en hann var ásamt biskup F1 núna Ég var leiku því, sko Það var hann segur Hlýtur að leika Það voru þú og Albert þarna voru fleiri kannski sem að þekkir ekki í dag eða voru mjög góðir Ég held ég búin að nefna alla sko sem að voru góður síðan var að ég og Gústi, það er Kjartan Ágúst Breiðdal hann var í Fylki og Einar Péturs, hann hætti nú frekar snemma en svo kom hann aftur og tók eitthvað 2 tímabil með Fylki ég man ekki alveg hvað ára var hann var alltaf gamall hafsend hann var líka miðmaður sko og hann tók 2 tímabil með Fylki í hafsendinum ég man ekki hvað hann spilaði með Krissa Valda eða eitthvað og ég held að Gústi það verið á sama tíma ég man það ekki alveg síðan
En þeir sem svona endust eitthvað í þessu var ég og Albert sko. Já. Og við spilum alltaf aldrei með Viðari að hann var svolítið yngri. Nei, það er rétt. Herðu, nei, anskotin. þetta var líka. Nei, ef hann leikur náttúrulega H4 ekki bisku F1 sko. Já, Leiktu núna H4. Hann er búinn að sjá það. Já. Þetta fara að líta vel út. Þetta er í 100% sigurhlutfall. Þú mátt ekki... Jú, sko, ég má jinxa Ragga svona. Ef Raggi fær blóð tennundar, þá fáum við 100% einbindingu á skákina, sko. Svona... Treftu bara, getur hann. Já. Það er eina í stöðunni. Hann er ekki að hóta með neinu. Nei. Hann getur hérna. Já, blessaðast. Ok. Drottning, Það lítur frábært út. Ok, kongur H1 og hvað þá? Já. Þetta er búið. Já, Raggi lýsir svo vel. Þetta er búið. Nei. Ég er að tjóka sko. Já. Það er svona að tjóka. Hvað getur ég gert? Biskup H3. Já, ok, ég held ég var með þetta í næsta. Ég vissi þetta ekki að var hann að drottningi var ekki hann sko. Hvernig svörum við hrókur G? Biskup getur. Já, við gerum það. Við vinnum skipta mann og vinnum við datatafl einhvern veginn. En hann að tefla vel sko, þessi gæði sko. Já, djúðlega segur maður. Já, hann er sko að standa í okkur 3. Já, bara 3. Ok, allt í lagi. Það er ekkert annað í stöðunni. Og hér kemur, já, nú verður bara að skáka með biskup. Hann gerir sér óleik hann. Nei, hann er með biskup. Já, byrju, hann er alltaf með, byrju, af hverju er hann? Þetta er jafnt sko. Þetta er ekki alveg búið sko. Við höfum ekki rétt fyrir okkur. Nei. Þetta er... Heyrðu, hann á mínútu eftir, þú átt á hann á klukkunni. Hann lítur að taka sko. Hann verður ekki það, ok, drættu bara pegi. Þú verður að taka hann á klukkunni núna sko. Já. Ha? Ok. Byrju, það lítur að... Byrju, drættu bara biskupinn hans. Já. Hann er frýr. Þetta var lélegt hjá hann. En þá getur hann svo vel allir tíman. Maður var bara... Þá getur hann skáka mig samt sko. Já, það er alltaf leið. Já. Það, nei. Þetta er uppbytun. Það var þetta komið... Þetta er pökkun. Já, Ég fann alltaf að hinga hann hliðar, já. Ok, núna komum við með hrókur E1-skák. Já. Það er bara hlaus. Og komum við næsta leik, ég vil ekki segja neitt. Komum við hann bara. Nei. Raggi! Nei! Hvar var hann? Raggi, komum við hann. Já, rólegur. Alla, já. Það er að segja það. Yes sir! Let's go! Ég svari, ég var ekki að stressa mig svona. Það er augljóslega að sé þetta sko. Shit. Já, fylgir ég að Get mæta it! í kastljósi sko, þá er pressan á sko. Já, dreftu bara. Já, nú er þetta alltaf bara komið sko. Já. Ætlar hann ekki að gefa þetta? Jú, gefum hana. 20 sek. Hún hendi handklæðan hana. Heyrðu, það er W. Fyrst skák. Já, það er gott. Vel gert. Svo ætla ég að prófa eftir það sem hún kendi mér aðeins sko. Já, gerðu það. Endilega. Hvort ég muni það? 100%. Þessi fór bara. Akkur gæti hann ekki bara resigna? Akkur láta okkur bíða? Já. Frábær punktur. En við tökum einn á einum. Það er staðan. Það er slags. Já, 100%. Sko, ok, áður en við förum í spurningar þar, að þá verðum við að halda þess áfram með, ok, þú ferð í Fylki, hvenær verður breyki í meistaraflokk? Sko, ég man þetta ekki nákvæmlega. En ég kem upp sem náttúrulega miðjumaður. Ég hef ekki verið neitt annað.
En þá erum við með menn eins og Finn Kolbeins og Óla Stígs og Hrafnkell Helga, Óli Ingi Skúla kom tilbaka á tímabili, Jónsi var hann og þú veist, fullt af gæjum. Þannig að Sverrir Sverris, þannig að það var ekkert mikið að henda mér inn, þó ég fekk einhverja mínútur og svona. Síðan það bara örugglega þegar ég 18 ára, þá hætti Þórhallur Dan í Fylki og mér minnir að Láki hefur verið þjálfari þá. Þá sagði ég við hann bara, herru, ég tek bara þessa stöðu, ég veit að ég get spilað þetta, þetta bara, þú veist, geti ekki verið einfaldara að spila hafsend og ég vissi að ég var með hraða og svona, þú veist, það náttúrulega, Íslenska deildin var ekki á það háu leveli þá, þannig að ef varst með hraða, það var það svona nokkuð, varstu nokkuð safe sko, þannig ég vissi ekki að lista, þannig að það var það sem var, ég fór aldrei aftur úr þeirri stöðu. Nei, það var transitionu þá? Já, það var þá, og ég spilaði 2 tímabil þá, held ég, bara nánast alla leiki og svo fer þetta í Gautaborgar. Var þetta svona létt stemning að bara, þú segði við Láka, herru, ég klár? Bara hoppaði inn? Hafsend takk. Ný staða? Já, ég sagði einhverlega, þú veist, ég held að hafa allir séð að ég væri það góður þá, ég þyrfti að fá að spila, en það var bara eiginlega ekki séns að þegar við vorum eiginlega bara með bestu miðjuna í deildinni á þeim tíma. Þannig að það var erfitt að fyrir þjálfarinn að afsaka það að henda ungum pjakk inn sko. Þannig að þetta var fín lausn og þeir þurfti ekki, þú veist, ef ég ekki tekið þessu stöðu þá hefur kannski þurfti að fara að taka inn aðra varnarmenn og þannig að þetta var bara fín lausn fyrir alla. Og ferð til Gautaborgar og hvað ertu gamall þá? Þú ert? Það eru 20, 23 og ég fer í janúar eða eitthvað. Þannig ég verð 21 og svona sumari. Og hvað ertu lengi að vera í liði? Já, ég var svolítið heppinn þar sko. Við vorum eiginlega bara 2 hafsendar þarna. Við vorum 2 ungir. Það var 1 svona eldri sem hann var á niðurleið og við vorum á uppleið. Þannig að við fengum sénsinn og byrjum að vinna æfingaleikina og tímabilið byrjaði og tímabilið byrjaði ekki það vel en við endum að vinna deildina það árið sko. Þannig að það gekk allt eins og við sögum. Já, og þú Club Legend síðan þá? Já, basically. 3? Ég alveg í 4,5 ári í Gautaborg. 4,5. Ég var alltaf lengi þar, þú veist, Eftir á hyggja þá eða? Já, ég vildi fara náttúrulega, ég var alltaf reyna að komast áfram en það kom einhver tilboð í mig og þeir voru alltaf að biðja alltaf mikinn pening fyrir leikmann sem ég var ekki neitt nafn í Evrópu, ég var bara nafn í Svíþjóð og mín laun og mitt nafn miðað við það sem þeir voru að biðja fyrir mig var allt og hátt, þannig að þeir stoppuðu mig svolítið í því sko. Þannig að ég var svolítið fúll á þeim tíma en eftir á að hyggja hvernig minn ferill þróaðist þá er ég bara mjög ánægður í þetta. Sko, menn hafa komið í þáttinn og talað að þegar kannski séð smá eftir hafi ekki haft alvöru manager. Varst þú með alveg? Já, ég hef verið með mjög marga umboðsmenn og ég var, það er aldrei þægilegt sko, það er svona svolítið eins og að hætta bara með kærustu sko, að hætta með umboðsmanni og það er mjög óþægilegt eins óþægilegt það þá var minn ferill var mér svo mikilvægur að ég hikaði aldrei við að hætta með einhverjum umboðsmanni, reka hann til að því ég vissi að það væri besta múið fyrir mig og þannig að ég ánægði með það því það eru margir leikmenn í dag sem eru búin að vera alltaf lojal kannski við sínu umboðsmenna því að maður myndast náttúrulega vinátta og svona vinskapur og þetta er alltaf svolítið awkward. Ég sko bara eins og með rakarinn minn, þú veist bara góð vinur minn að byrja sem rakari, ég geti aldrei hætti á rakarinn minn bara því að þetta er vinur minn. Maður er bara saman talent sem að 5 ára, skilur við? Það er óþægilegt sko. Það er alltaf þetta uncomfortable moment sko, sem maður er að reyna að forðast sko. En þú hikar ekki við að segja bara Nei, ég hika mjög oft í lífinu sko að það kemur eitthvað öðru en þegar kom að mínum fótbolta þá var það aldrei spurning, þú veist, þá setti ég mig alltaf í fyrsta sæti sko. En ferðu Gautaborg í FCK, leistu það sem hlýðaskref eða uppáðið? Já, mér fannst það svolítið hlýðaskref þegar ég gera það sko en eftir á hyggja þegar ég sá hvað FCK var stórt þá sá ég eftir á sko hvað það var stórt uppáðið sko.
en hérna miðað við tilbúin sem ég var búinn að vera að fá, þú veist, þá var það klárlega ekki nóg gott fyrir mig, þú veist, á þeim tíma, sko. Einmitt, já. Ég svona, já, ég þarf bara að komast eitthvert, skilur, hérna. Og FCK bara hefði ekki geta verið betri staður fyrir mig á þeim tímapunkti, af því að... Ekki FCK að spila Champa Líka með það? Nei, þeir voru búin að vera að gera það, en hérna voru ekki akkurat þá, en hérna... Já, svo hérna, ég man ekki, klúruðu við titlinum það árið, þannig að annað lið, sko, Norsjöland fóru í Champions League. En síðan árið eftir það förum við í Champions League og ég líka þegar ég kem þá hérna, þá er ég ekkert að spila, þá er hérna Sölvi bara og hérna Sanka sem ég var að tala um ykkur áðan. Ég held bara Sölvi bara, hann er bara, ég sá það bara strax, hann er number one, sko. Hérna, en hérna svo maður fattar þess eftir að Sanka var, sko, frá Kaupmannahöfn, hann var svona Kaupmannahafnar strákur og hérna og þeir hérna halda svo mikið upp á sína originals sem er bara skilinlegt en hérna Sölvi var búinn að gera mjög mikið success og svo þegar ég kem og þeir tveir eru að spila þá er semast Sanka var held í fyrirliðinu ef maður rétt og Sölvi var að skora mark í hverjum einasta leik þannig að ég satt á bekknum bara fuck þú veist, ég sá það bara, ég var keyptur inn það sem að vera bara bekknum, sko, þú veist, bara backup, sko en hérna svo meiðist Sanka hana eftir, ég man ekki eftir ykkur 10 leiki þannig að þá kemst ég inn í lið og allt byrjar að rúlla fyrir mig, sko og hérna, og þegar maður er ungur þá er maður svolítið mikið að hugsa bara sjálf sig og þú og ég er mjög með það ekki að hann hefði meiðist sjálfsögðu að þeir voru mjög slæm meiðsli en að ég fekk séns sem var náttúrulega frábært Fá sér svo snemma, já, algjörlega og þú og Sölvi eru hafsettar þarna að því ég veit þessi spurning er ekki inni en ég ætla að spyrja núna þessu munur að spila með Sölva og Kára? Vá, það er erfitt að svara því út af því að svo langt sinni ég hef náttúrulega spilað með Sölva og þegar við vorum eins og í FCK það var svo gaman maður við vorum að vinna alla leiki skilur og við vorum með svona sérstakt fagn þegar bara við skorum eða bara einhver liðin okkur skora þá vorum við með eitthvað svona okkar own thing eitthvað svona það er ekki einu svona að repeata hérna þannig að það var ógeðslega góðu tími, sko en þegar við spilum saman með landsliðinu það voru ekkert margir leikir, sko það var bara landsliðið svo lélegt og hérna vorum ekki enn á úrslitum og minna, þegar þú ert ekki enn á úrslitum þá er myndin af öllu bara allt önnur, sko en helst í munurinn mér finnst þeir bara svipaði leikmenn eða? Mér finnst þeir svipaði leikmenn mér finnst allavega þeir miklu líkari leikmenn heldur en ég og þeir, sko þeir eru svona að nota sitt physical svolítið vel í návíunum og ég hef meira svona gaman að reyna leysa hlutina á meira easy, þú veist ég eins og kannski sést þeir hafa heldur báði fengið heila hristing og brotna tennur og svona en ég hef aldrei lent inn innu, ég hef alltaf reynt að vera meira svona passa upp á sjálfum mig, sko þannig að jú, það er bara ætla að spila með þeim báðum, sko og bara mismunandi tímum flott gott svona dipló svar já, bara mjög gott, sko ok, og svo ferðu til FCK, er þar og svo ferðu the money move já, þá er ég bara komin á þann stað að hérna að ég er farin að fatta það að ég verð kannski ekki besti varnarmaður í heimi, skilur horfur á heimabangan, hugsar já, ég hafði alltaf draumað þegar ég var lítið strákur að verða besti leikmaður í heimi, skilur og ég held actually að það væri mögulegt svo þegar maður fer að fatta það og þú sér það að þú ert ekki með neina menntun og hérna, þú nennir ekki, það er ekki séns þú nennir að fara í einhverja eðlilega vinnu eftir að hafa verið fótboltamaður þá fer að sjá svolítið peningana í þessu og ég var reyndar ekkert eitthvað að sækjast eftir Rússlandi, skilur það var en þú varstu sérst, þegar þú varst í FCK á þessu tímabili varstu bara að hugsa þér, þú veist ok, ég þarf eitthvað annað múf, þú þarf bara já, ég hugsaði, fyrir mína framtíð þá get ég ekki spilað í FCK forever, skilur og
og ég svona að fara að segja að ég kannski ekki að fara að fá þetta move til Englands og allt það, ég að vera eldri og þegar Rússland kemur inn í myndina, það var bara cheers. Já, skál fyrir því. Það var Rostov, eða ekki? Krasnodar. Já, Krasnodar auðvitað, já. Krasnodar fyrst og þá eru þeir nýbúin að spila í Champions League, eða ekki? Nei. Europa? Nei, aldrei búin að vera í Evrópudeild sko. En síðan erum við bara komin með sko, og ég held að, ég segi að fara með rétt mál, þetta bara besta lið sem ég hef spilað í sko. Bara quality, akkurat þeim tíma, bara quality-lega séð, bara leikmenni sem voru að það og það var bara alveg ótrúlegt. En ástæðan að við fórum síðan, sko, við náðum enda í öðru eða þriðja sæti í deildinni og förum í Europa League og erum með, Everton og einhverjum í riðli. Já. Ég held bara ástæðan að náðum ekki lengra var að því að það var svo mikið egoistum í liðinu og það vantaði meiri svona taktík að því að qualityð var á mjög, mjög háu leveli, sko. Já. Það vantaði bara svona samstöðuna, skilur, í liðinu. Þannig að það lið hefði alveg getað náð árangri að það hefði verið meira tactics. Hvernig var, hefði þetta gengið undir kannski sterkari þjálfara eða var það bara einstaklingarnir kannski ekki viðbjargandi þegar svona horfði tilbaka? Það voru eiginlega bara mikið af stjörnum í þessu liði, þannig að ég held að engin þjálfari hefði höndlað, skilur. Nei. Það er rosalega erfitt í örgulega flestum löndum, en kannski sérstaklega Rússlandi, þegar mentalitetinn svolítið öðruvísi og menn sem að eiga eitthvað nafn eða eiga eitthvað pening, þeir líta rosalega stórt á sjálfan sig, sko. Já. Og þeir hlusta ekkert á hvert sem sko. Þannig að útlendingarnir gátu alveg sagt eitthvað við Rússana, en þeir voru aldrei að fara að hlusta neitt það, skilur. Nei. Þannig að það var ekki samstaða í liðinu, sko. Og þjálfarinn var rosa góður maður, sko. En ég held að það ekki skipt máli hvað þjálfarinn var. Liðið var bara að gera eitthvað. Já. Random stuff. Svo ertu í Krasnodar nokkur ár og svo færður náttúrulega, við tekum þetta betur inn í þættinum. Sko ég eiginlega pæli bara að segja staðan og bara fá því spurningana, sko, því að við erum svo mikið að fara að leiða þessa umræðu að því sem við erum að tala eftir, sko. Já, við tökum þetta allt. Tökum gildraði það? Ekki gildraði, en að því að ég veit bara að þetta verður að vera 4 tíma þáttur, sko, ef ég byrja að tala um fyrirliðin, sko. Já, tökum við golf með Kára á morgun, sko. Já. Kári, sorry, Raggi ekki að mæta, sko. Því miður. Sko, treystir ég að taka aðra? Á meðan þú svarar spurningum? Já, gera. Ok. 100% skoðar. Ég fer ekki með tap, sko. Nei. Okkur er alltaf svartur. Herri, jésús. Aborta þetta, byrju. Nei, allt í lagi. Þessi verður vantilega aðeins meira eðlileg, sko. Já, hérna kemur einn, hérna í búið. Vel erfið, sko. Já. Þetta er í búið Dómasnóa. Það er verðmatt, 10 sem ári. Það eru með allt upp á 10 og sko málið með Dómasnóa er að fasteignar hanga ekki lengi inn hérna, þannig að það var eiginlega að vera rífastækana þar, sko. En hún er frá Dómasnóa. Ég veit ekki eins og hvað Dómasnóa sko, sorry. Það er fasteignafélag. Kalda kveður og styrktaraðilega? Já. Það jú, þeir eru segir það. Dómasnóa, ég hef heyrt það. Ég er alltaf búinn að vera að skoða mikið af íbúðum. Já. Ertu komið íbúð? Já, fann mér íbúð maður, loksins. Já. Í Árbænum með það? Nei, því miður. Grafarholtið, það er svona næsta barfið. Já. Er þetta nýja hverjum þarna upp á? Já. Ég ætla að vona búið ekki nálægt Berta sem er heima á Alheimsendi. Nei, ég byrja aðeins nær heldur en Bertin, sko. Já, úff. Hvað heitir þetta gatan hans? Hefur ekki að láta fólk vita? Alheimsendi. Nei, já, ekki Hvalfjarðargöng. Já, en nú hefur þú sem landsliðsmaður upplifað tvo mjög svekkjandi leiki gegn Ungverjalandi. Einn á EM 2016 og svo umspil fyrir EM 2020. Þetta er alveg íþróttafréttamanna spurning frá Tómasi Þór. Búið að segja nóg af hetjusögum af EM-HM og nú þurfum við stemninguna í klefanum eftir þessa leiki og hverju voru reiðastir? Er þetta frá Tómasi Þór? Já. Nú. Hann sagði nóg af hetjusögum, takk. Nú vil ég bara fá að vita hverju voru reiðir. Ég byrði kærlega heilsa honum, sko. Já.
En byrju, hvað var þetta? 2016? Já, þess að hann rifjar upp einn á EM 2016 og svo umspil fyrir EM 2020. Hann segir hver eru reiðir fyrir klefanum, hver voru sparkin brúsa og Við láta erum hann að heyra. vera Ungverjaland, hvað var það? Hvað meinarðu? Ég gerði jafntefli í Ungverja þegar skorið sjálfsmark að Birkir Már 1-1 á EM. Já, það. Ok, einmitt. Sorry. Hann bara að spila leiki sko, ég er yfir þetta. Nei, ég er að reyna að spila skák, skilur. Já. Það er annarkvæmst hingað. Raggi, þú er nægan tíma sko. Já. Ok, ef við ekki tala á EM þegar við missum það niður og við hefðum verið komnir áfram. Já. Já. Og hver er fúlastur? Já. Ég held að Hannes sé alltaf fúlastur yfir öllu, sko. Er það? Já. Hannes Er hann svona dramaqueen eða? Já, hann líður svo inn í fótboltann, sko. Hannes var alltaf að reyna að fá einhver svaka fögn í gang, svona, þú veist, þessum að náttúrulega tíðka spila bara á Íslandi, eitthvað svona koma svakar, gerum við það. Var hann að stýra því fyrir leikjum? Já, nei, það var reyður að vinna, skilur, og var reyna, þú veist, vildi fá þessa stemmingu. Og það stúð bara það hristandi þeim sem bara, úff. Og ég myndi alveg eftir þessu, þú veist, frá því ég var að spila í Íslandi, en þegar maður er búinn að upplifa aðra hluti og þetta er kannski ekki þannig. Nei. Þá var maður svona, Hannes, ertu alveg viss? Já, er þetta málið það? Það var enginn þannig. Ok, þetta er alltaf lagi. Raggi, það hefur enginn labbað hérna út með 100% skor. Ekki einu svona Viðar eða? Nei, ekki eins og Hjörvar Steinn, besti kápmaður Íslands. Nei, enginn. Nú, það var þeir náttúrulega að spila betri gæði en ég. Já, en ætlar að ná því? Það er bara ekki gerst. Ég ætla að ná því, sko. Það væri rosalegt, sko. Mér finnst eins og þessi gæði sé frekar lélegur. En hann er samt, sko, gæðin sem stefla á hann, djúðlega hann segur. Hann var drullu segur. Já. Það var spurt frá Guðmundi, erfiðasti sóknarmaður sem þú spila á móti? Ég held ég verði bara að segja Ronaldo, sko. Já. Það var komin við Hvað var það sem að, akkur var hann svona góð? Hvað gera hann svona góð? Það er það að allt sem hann gerir hef ég bara aldrei séð einn annan gera. Hvernig þá? Þú veist Bara, þú veist, eins og ef það kom fyrirgjöf þá var hann búinn að hoppa, hann hoppaði, skilur, og ég er svona, ok, hvernig hann hoppa núna? Það er ekki sens að hann ná þessum bolta. Nei. Og bara, ok, en þú veist, þá náði hann að hanga svo miklu lengur í loftinu heldur en allir aðrir og öll hlaup sem hann tekur, það er bara svona allt á early eða allt á late og það er bara, ok, af hverju er hann að gera þetta allt svona skrítið og ég meina, ég held að hann hafi skorað í öllum leikjunum sem að Þú mætt honum, mætt honum, skilur við. Hann er bara mjög unpredictable og hana hreyfingarnar og timingin og það er mjög erfitt að lýsa því einhvern veginn, sko. Þannig að þið finnst Ronaldo góður í fótbolta? Þetta er hot take. Þetta er hot take. En býtum nú við. Hvað er þetta bælið Þú nú? átt góðan leikjum á hann, sko. Ég bara sem Rittari ská. Já, og svo býrstu þetta Já, það er sem ég sá strax, sko, en svo verður ég að segja nei, það væri bara stúpid, sko. Skák, takk. Hérna. En já, sko, mér varst gaman, við náðum ekki alveg að taka þetta með Kára, en hann talaði bara, sko, sóknarmenn sem hann átti auðvelt með að verjast og hentu hans leikstíl og síðan aðri sem að hentu honum alls ekki. Er einhverju svona sem að henda þér vel, kannski stólnöfn sem að þú spila við? Ég veit það ekki, maður. Það fer bara eiginlega eftir, þú veist, hvernig maður er stemdur á þeim degi, sko. Já. Ég átti, þú veist, toppleik einu svona gegn Drogba, til dæmis. Veitu, hvernig spyrir þú mútið Drogba? Við vorum með FCK í meistaradeildinni. Þá spilum við Galatasaray. Við vorum með, sko, Real Madrid, Juventus og Galatasaray í riðli. Leifur, ég hefði viljað vita að þetta verið þátt, takk. Já, við vitum þetta núna. Og spila mútið besta strækir allar tíma? Allar tíma. Og hvernig gekk það? Það var brast líklega. Ég hlýtaði að fara hingað. Já, áriðum átak. Já, en hérna leikurinn úti var hérna 100p! BOOM! Leikurinn úti var held erfiður, sko, en ég man leikurinn í parkinn þá hérna, þú veist, þá átti ég til og með góðan leik, en hérna Komdu með það? hérna, W! Fatality.
Sub-Zero Sub-Zero Já, ég er Sub-Zero sko. Slökum nú aðeins á. Ég meina, þú getur átt góðan leik á móti góðan gæða og svo getur átt lélegan leik á móti lélegan gæða. Þannig að ég skilur hvað ég meina. Ég veit ekki alveg, það er enginn sem að hentar mér betur. Slaka aðeins á hann bara. Hvað? Það er ekki að spila? Eðla æstur í nýja sko. Það er æstur í Raggi, þú með 100 p. Success. Þú mútt að slaka á þessu. Ok, þannig að Drogba er besti strækir sem mætt. Já, ég myndi segja Drogba, þú veist, af því að hvað er Ronaldo, skilur þú? Einmitt, hann er strækir, hann er bara gæði sem skora fullt af mörgum. Drogba frekar en, ok, þú mætt Drogba og þú mætt tveim bestu strækirum allar tíma. Drogba og Giroud, sem mesti Chelsea maður heimi. En ok, Drogba og Giroud Giroud. maður, shit hvað hann er góður maður. Hann er ógæðislega vanmetileg maður. Já. Bara öll, þú veist, það er bara náttúrulega, en reyndar, þú getur sagt að þú þarft aldrei að elda hann neitt. Þannig að hann er aldrei að fara að snúa með bolta. Nei, einmitt. Þannig að þú veist, og hann er alltaf að fara að taka perfect touch. Hvernig er hann svona góður ef að þú þarft ekki að ágjöra að hann hlaupi frá þér? Því hann er bara, þú veist, lúmskur í að skora, skilur. En ef hann er að bjóða sig, þú veist það bara, ok, hann er ekki að fara að snúa með hann. Þannig að þú þarftir basically ekki að elda hann. En þau skiptið sem maður astnaðist í það, þá kom náttúrulega perfect touch og perfect timerun hjá Griezmann og allt í vesinni, skilur. En hann er vannmetinn strækjarmaður, ógeðslega sterkur, ógeðslega clever, öll timing í öllum body checkum og þú veist, allt sem til að koma úr jafnvægi, hluti sem kannski ekki alveg hægt að útskýra, sem skiptir alveg mjög miklu máli. En Drogba, hvernig var það? Það er meira bara beast mode, skilur. Það er bara beast mode og hann er ekkert að fara að gefa það neitt séns á neinu, sko. Þú mætti Lukaku líka, ekki? Veitum hann? Jú. Drogba og Lukaku, mismunur? Ég er bara miklu meira virðingu fyrir Drogba einhvern veginn. Já, eðlilega. Já. En þeir eru samt örugglega báðir erfiðir í horn að taka, eða ekki? Jó, ég man eftir alltaf finnum momentin þegar ég var með Krasnodar. Þá tók ég þetta, sem við vorum að tala um aðan, við vorum að pyrra okkur á dómurum. Dæma aldrei guldspjald að það sem á að vera guldspjald. Til dæmis, Lukaku brýtur á mér. Þetta er Krasnodar Everton í Krasnodar. Hann bara brýtur á mér, ég fá aukaspyrnu, ég ætla að setja snöggt í gang. Hann stillir sig fyrir fram mig. Og ég neldi boltan eins fast og ég gat í hann. Engin virðing. Ég vissi ekki, ég vildi bara fengi guldspjald. Og og dómarinn gefur hann guldspjald, ánægði með dómarinn þar. Já, en það má samt alveg aðeins koma inn á það hvað þetta er fáránlegt í fótbolta versus bara handbolta, körfubolta og öðrum íþróttum, að bara þegar boltinn er ekki leik, hvað menn mega handfjalla hann og sparki hann og standa fyrir og... Já, mjög pirrandi mér. Já. Það er líka svo auðvitað að uppræta. Og kannski megin ástæðan fyrir því að þú horfir ekki fótbolta sjálfur. Já, út af öllu þessu svindli og bulli. Já. Það er bara hlutis. Þú horfir ekki fótbolta? Jú, ég horfa alveg á einhverja leiki, sko, en ekki eins og þegar maður var yngri og lifði fyrir þú veist, ensku deildina og El Clasico og allt það. Hvað íþrótt finnst þið skemmtilegast að horfa á? Skák. Ó, hvað er leiðilegt að horfa á skák? Ég elskar skák, sko, en það er ekki hægt. Það væri erfitt að horfa á skák í sjónvarpi, skilur við, en ég horfa mikið að skák-vídeóm og svona. Já, það er gaman. Og ég skoða bara ógeðslega mikið skáku með Bobby Fischer og öllum þessum gæðum sem er bara, þú veist, þetta er eins og horfa á listaverk vera að gerast bara í raun tíma, skilur við. Maður er bara hálf hérna í stúdíu. En ég er búinn að missa áhugan á svo mörgu, sko, en hvað er sem er skemmtilegt að horfa á? Mér er mjög skemmtilegt að horfa á darts núna. Ok, já. Og golf. Og fólk er bara golf, þú veist, hvernig getur verið gaman að horfa á það? Já. Það er lúmst. En það er bara að þú veist, þú kannt ekki golf, þá náttúrulega skilur það ekki. En þegar þú skilur, þú veist, hvað þessi gæjar eru góðir, allt sem þeir eru að gera með golfboltan og hvað fyrir mikið vinna í þetta, þá berðu virkilega virðingu fyrir því, skilur. Já. Og hvað er annað? Jú, mér finnst geðveikt gaman að horfa á handbolta, þegar íslenska landsliðið er að spila. Já. Það er bara, það er svo mikið action. Einmitt. Mér finnst hundlega að horfa á körfubolta, því bara sorry. Já. Ég er búinn að reyna að hafa áhuga á körfubolta. Já. Bara geta ekki. Gaf því séns.
Ég er elska að horfa á körfubolta en mér finnst skemmtilegast að horfa á golf sko, ég veit ekki hvað það er bara, þú sér eiginlega snill í hverju höggi og þetta er svo afslappandi og getur orðið þetta marga tíma. En mér langaði að koma aðeins hérna aftur að þið vorum að tala um dómarana og ég var bara að pæla í því, ég var að horfa Chelsea núna helgina og Aspi, ég man ekki hverja það var, bara rífa heldur vel í treyjuna á einhverjum. Þú veist, hvernig það í fyrsta lagi bara sem miðurur og sóknarmaður, það náttúrulega ákveðin tókstreita ykkar á milli eða ekki? Jú. Er eitthvað verið að mismunandi milli deilda, er verið að klípi menn, trasstólka, þú veist? Nei, ég held að Kjartan Henry sé eini sem að ennþá eftir í því geimi, sko. Já. Það er einn á vagninum, það er. Það er elsti skóli. Já, hann er ennþá litið old school þar, sko. Já. Ég er ekki búinn að mæta honum síðan ég kom heim, en ég er búinn að heyra sögur, sko. Já. Og það er bara gaman að því náttúrulega, en nei, ég hef ekki lent mikið í að menn sé að klípa mig eða ég sé að klípa þá, sko. Nei. En munum Lukaku kallaði skáknörda eða eitthvað þannig eða? Nei, það er enginn verið að stríða mér mikið, sko. En þú veist, munum milli deilda svona, hvað kemst upp með mikið, það kannski bara meira dómarar eða? Ég held að með þess að enska deildin, það er leyft mest þar. Já, það er mikið leyft þar, sko. Og eins og það virðist vera að spænsku dómararnir láti alltaf plata sig í sömu gildrunar, skilurðu. Þetta fer bara eftir náttúrulega. Fótboltinn er bara svona í þessu landi og það er einhvern veginn og dómararnir, það er eins og það sé ekkert verið að reyna að bæta það neitt. Og þeir, spænski fótboltinn er bara svindlfótbolti, skilurðu. Snýst bara aðalega að svindla. Já. Og það er eins og þeir vilja bara hafa þannig. Já. Þannig að ekki nenni ég að horfa á það. Ný. En þú veist þegar dómar leggja svo oft svolítið línuna með hvað þú fær spjald fyrir leifa leikum að flæða og svona tekur mið af því þegar þú ert í leik bara svona já ok, hann er að leifa svo að flæða ég hef aðeins meira rými. Já, maður tekur eftir því sko. Og það er langt auðvitað vill maður ekki ég vil ekki spila mjög dirty leik, þú veist. Ég vil að menn taki ákvörður en ég hef aldrei verið hrifinn af ljótum tæklingum og að reyna að meiða menn sko, en bara drengileg keppni og allt það. En það er alltaf skemmtilega að dómarinn leiðir aðeins sko, og er ekki að reyna sjálfur að vera í aðalhlutverki, skilur, og það er því miður bara til mikið af þennan dómarum. Já. Klárt. Ég var að nærma sko, ég þori ekki annað, ég vil halda 100p skórunu þó ég treysti Ragga 100%. Ég held að segja bara merja næsta anstæðing. Það er ekki bara. Það er ekki að vera hvítur næsta þeirra. Jú. Vonandi. Fjandinn hafi það. Við förum bara úr ef við erum svartur aftur sko. Herru, þetta er bara, abort. Því líka ábært. Og ég ætla bara að segja það strax, ég er ekki að guarantee að sigur ef við hvítur. Mér bara langar að spila. Þú ætlar að prófa nýja byrjun eða ekki? Jú, Raggi tóku smá tíma fyrir þátt. Já. En hann svaraði ekki svona. Nei, leiktu bara C4 núna. Samt bara? Já, áhættur. Það er nefnilega beauty líka við drottningabræða að þú getur eiginlega leikið systeminuðinu sama hvað hann leikur sko. Ok. Þarna. Segur, vel gert. Þarna. Við fórum yfir þetta. Já. Ok, alltaf leið, E3. Nei, E3. E3? Já. P og E3. Nú. Sko ég er mjög hrifinn af. Nú er bara þið byrjar að spila sko. Það er alltaf leið. Við tökum þetta bara saman. Já. Biskutur er búinn. Biskutur C4. Nei, hinn. Já, hann er. Við veit það. Og bara póstu. Við veit það. Já, nú kemur spurning frá. En ef ég fara hingað, hvað hefur verið slæmt það? Þá er Róni á D4. Það er drottning og riddarahút á D4. Já, þetta, Jesús. Hvað segirðu? Já, það kemur einn frá Kristoffer Orra, leikmanni Gróttu, góðinn okkar. Og skemmtileg spurning, hann spyr hver er mesti harðhausinn sem þú spilað með í landsliðinu svona í kjölfar á tæklingunni hjá Sölva Geir í gær? Það var svakaleg tækling. Það þarf ekkert að taka það fram sem gerist í gær. Sá harðasti hefur alltaf verið Otti. Það er svoleiðis. Já, það er bara svoleiðis. Og það er vitað og það er umtalað. Hann alltaf heldur að það hafi verið spila á rulli í því að hann hefur alltaf glýmtið meiðsli á ferlinum en hann letti alltaf snemma í því kannski. Jú, það er bara svona, þetta er the price to pay. Já. Þú
við að vera grjótharður. Já, þá bara ferðu í allt og hérna lendir í fleiri meðslum. Já. Hrókar það bara. Ok, ef það er svo mikið át og Sölvi, þá langar maður að pína þess og taka hver fylgir honum á eftir. Að vera harður eða harðhaus, veist, það er ekki svolítið tvennt ólíkt það? Jú, bara ráði hvort þú tekur, bara fyrst sem stekkur upp í hugan. Hver er mjög harður? Ég verð nú að segja að Aron Einar er heldur harður, sko. Já. Kári er mjög harður. Og veistu hver er fokkin harður? Já, segðu það. Ari Freyr Skúlason. Yes, þetta er skemmtilegt. Já. Það er alvöru nagli. Hvernig lýsir það sér? Hann bara, hann er ekki hræddur við neitt. Og hann er ekki hræddur við að gera neitt, hann er ekki hræddur við að segja neitt. Hann er ekki með 1.30, það er það ekki? Hann er nú aðeins stærri en það, held ég. En hérna... En? Nei, segja, bara segir allt, gerir allt og hann er með alveg sama hvað öðrum finnst og ég kann rosalega vel að mynda það, sko. Þannig að ég held að alltaf mitt svar sé Ari, sko. En það eru, meina eins og Kolli er bara mesta býst sem ég hef nokkuð tímann reynt að eiga við. Já. Og veist, ef við varum að tala um líkanlega burði. Já. Dekka Kolli eða vögg? Ég ætti frekar að taka vöggina, sko. Vögg, sorry. Jæja. Mér er svo gaman að segja Ari, sko, því mér hefði ekki dottið hann í hugan þegar þú nefnir hann, sko. Hann er samt harður. Hann er grjótharður. Það er Ég ætla bara að gera svo. Já, sigur. En talandi við Arun, þetta kemur tvær. Hann er með 2 spurningar. Já, hann að spyrja mig, okkur fæk ég ekki að spyrja hann neitt. Þú fara að spyrja næst, maður. Þú varst ósetavagn katuvagnin, sko. En lækkaði breytið sér svo að hann get ekki lesa spurningar þarna. Já, rétt. Það eru margir gestir múin að undirbúa sig aðeins, sko. Já, við viljum það ekki, takk. Hann spyr, af hverju fórstu til Englands, það er að segja Fulham, og hafnaði milljarða framlengingu hjá Krasnodar? Við erum alltaf að hugsa peningana. Vá, hann var eitthvað búinn að segja eitthvað svari líka, sko. Svar takk. Þetta var bara það sem ég vildi gera. Það var það sem að mig hefði dreymt að vera að spila í Englandi og ég vildi náttúrulega spila í Premier League en þetta var Championship en ég var samt bara, ég hugsaði bara ég verði að gefa þessu séns, skilur. Hversu mikið hatarðu Ragnar Klafa núna í dag? Ég hata hann ekki neitt, sko. Hann basically hata Ragnar Klafa? Af því að það er vittleysi Ragnar sem hann valið í Liverpool. Það er bara svona djók komment alltaf, sko, en ég hata hann ekki neitt. Hann er eiginlega bara fínn gaur, sko. Frábær áki. Voru samsverið að lokkána með Liverpool eða? Nei, Liverpool talaði aldrei um mig, sko. Nei. En umbinn? Helds umbinn. Ég heyrði bara á þessum tíma að var rumors hingað á þangað, skilur. Ert þú að heyra þetta, sem leikmaður, ert að heyra þetta meira bara frá pressunni eða frá umbannum? Af því að enska pressan er alltaf rosaleg, sko. Já, maður heyrir þetta mest í blöðun, sko. Já. En þá maður heyrir ekki svona, hvað er ekki til í þessu, skilur. Þegar þó maður viti að það er svona 95% sens að þessi bull, sko, þá verður maður svona, já, gæti það verið. Já. En það hlutabriðin, sko, ekkert annað, ef við tökum hlutabriðin Ragga sig, tökum aðeins fyrir. Þau hafa aldrei verið jafn há og eftir EM 2016. Ef þú hefði líka verið 2 árum yngri eftir EM 2016, þá hefði þú fengið að fucking, þú fegst Fulham sem að þá contender í Championship. Þú hefði getað fengið bara, þú varst heitasti hafsend bara. Það hefði getað breytt ykkur að vera yngri, sko. Það hefði getað gert það. Eins og Kári sagði það til mig okkur, sko. Það eru aldursfordómar í fótbolta. Já, Kári er kannski bara besta dæmi um það. Að loksins þegar hann fór að geta eitthvað, þá var hann alltaf gamall. Loksins þegar hann fór að geta eitthvað. Já, það er rétt. Ég held ég sé að setja hann upp í eitthvað smá vesen, sko. Já, þetta litið mjög vel út. Leifur, er Raggi að fara að hendi í 100p skóin í kvöld? Birkir, þú elskar að tjóka hlutina, maður. Ég elskar að jinxa, en þetta hefur
Ég veit ekki hvað langt í þáttinn, en þetta lítur heldur vel út. Þið bindur mikla óanir við mig, Já, sko. við gerum það. Ég finn það. Það alvöru kandidat. Þá spyrir við hann aftur. Uppáhaldskvikmyndin John Travolta, þessi, það eiginlegri? Já, náttúrulega Pulp Fiction, maður. Úff, það uppáhaldsmyndin mín líka. Hver uppáhaldsmyndin? Fyrir höfuð? Vá, maður. Það búið að vera mjög margar, sko. Ertu kvikmyndakall? Já. Ég, svona, eiginlega myndin sem ég var mest svona, þetta kannski ekki eitthvað besta mynd sem hefur verið gerð, skilur, en sem ég var svona mest amazed of, var hann Inception. Já. Ég var bara, fannst það svo geðveik, sko, en síðan því ofta sem maður horfir á hana, því fleiri galla finnur maður í henni, sko. Já. Sem er leiðilegt en hérna. Hvað heldur þú að horftu oft á hann? Ég horfti á hana svona 8 sinnum örugglega. Shit! Ég líka, þú veist, Leo DiCap, hann er minn maður, sko. Já. Og hérna, ásamt fleirum náttúrulega. Ég fíla hérna, ég er mjög mikið. Mér finnst þú harður að fíla Inception, sko, því ég lappaði út af þessum kvikmyndasal og ég vissi ekki hvað stóð upp og hvað stóð niður, sko. Ég skildi ekki neitt. Já, þú veist, og maður horfa hann svona 2-3 til að ná henni alveg held ég, sko. Sjá. Það er fullt af möguleikum hérna. Já. Tími. Það er eftir bara. Það er ekki bara? Jú. Það var hann komin í vesen. Það er ekki bara. Ekki byrja. Við höldum áfram. Þessi kemur frá besta skákmanni Íslands í dag, það er Hjörvar Gretarsson. Nú? Hann er virkilega góð, 2006. Hann spyr kostur og galla við það að spila og búa í Rússlandi. Kostir ekki það að klárlega verið maturinn, sko. Það er svoleiðis. Ógeðslega góða matur þarna. Ok, geggjað. Og allt mjög ódýrt þarna. Kostur. Mjög næs fólk þegar hérna hleypa þér inn, sko. En þeir ekkert að hleypa þér strax inn? Það tekur smá tíma, sko. Já. Ég er að tapa þessu á tíma. Er það ekki bara fínt eða? Er það svona... Ég held að sé bara alltaf svipaðar okkur hvað það var það, sko. Bisku F4 bara. Nei, sko, ég er að spá ekki það. Nei. Hvað það er? F? Hvað er F? Bisku F4 bara. Bara loka þessu bara. Stoppa já, peði, bara loka bara. Virka kall, þetta lítur bara mjög vel út. Já, og gallar eru náttúrulega bara, þú veist, tungumálið og hérna síðir, þú veist, það eru svolítið eftir á í sumu, sko. Já. Og maður bara tók mig alveg svona tíma að skilja rússana, sko. Og mér leið líka ekkert vel þegar ég var í Krasnodar, sko. Nei. Ég var bara frekar óhamingjusam með þar, sko. En svo þegar ég var í Rostov, það var bara allt annað máli, en þetta eru eiginlega bara 2 identical borgið þannig séð. En að ég man ekki að því að þú veist að tala um... Ég verð að spyrja, var það bara, hérna, varstu bara búin að læra betur um siðmenninguna eða? Já, það var ég búin að læra aðeins tungumálið og hérna, þú veist, fann að skilja þá betur. Já. Og það fyrst þegar maður bara, veist, þú hefur enga þolinmæði fyrir einhverju sem þú skilur ekki. Nei. Bara zero. Og hérna, þegar maður aðeins svona fór að, þú veist, bera virðingu fyrir að maður var í þeirra landi og hérna og maður þurfti aðeins að opna sér hugan. Það var svona game changer, sko. Já. Herri, ég ætlaði bara að gera eitthvað því ég er að tapa tíma. Fín. Herri, en ég, Birgir, á meðan þú spyrir þá ætla ég að því mér finnst ég undirmannaður hérna í derhúnum, sko. Já, hvað með þér? Þetta derhúnum maður, Ragnar? Já, sko, ég er búinn að reyna að hætta því, en bara... Þetta er alveg strax, Já, bara því að hérna hárið á mig var ekki alveg nógu flott á hann. Jú, það er mjög flott, ég sá það á hann. Þannig að ég ákvaði að vera með derhúna. Ég vil langa svo að vinna hann gaur, sko. Ok, hann er með 7.15, sko. Þú verður að hraða núna, sko. Ég veit það, ég ætla bara að gera svona. Ok. Bara gera eitthvað, sko. Þetta var ekki gott, ég sé það núna. Förum bara í skipti. Sjá hvað gerist. En já, Birgir, þessar derhúr. Bóði mótíf. Hérna, diggir, styttaraðalar og samstæðsaðalar. Virkilega gaman að vinna með þeim.
Þeir eru með virkilega flotta vörur og flotta heimasíðu. Já. Bara gjafir fyrir... Hvað með hana? Jú, endilega, Já, þú tekur það með þér heim maður. Ég sko að lúka vel maður. Bara smett passar. Já. Þið eru sponsorar í drast bara. Já, við verðum að eiga fyrir salt í grautinn. Það bara gaman, mótíf eru samt virkilega flottir og eru bara með flotta varning fyrir fyrirtæki, gjafir fyrir einstaklinga og merkja þetta að sjálfsögðu fyrir þig. Rétt. Þannig að Við erum ánægðir með það. Já, við erum mjög ánægðir með það, ekki. Ég vil sjá Ragga í hafsendunum með Fylki í næsta leik með derhúna á sér. Já, hvernig heldur það að vera tekið það? Ég hef aldrei séð útispila með derhúnu. Nei, ég hef aldrei séð áður. Ok. Raggi á 1,5, hann á 6 mínútur eftir. Skeita hann ekki svolítið á sig með þessu múi? Jú, en Raggi á samt sko, hann 100% skort. Hann getur ekki dreifð með hana. Hvað þið gert næst? Það einn maður sem við þurfum eiginlega að greiða derhú. Það er Hannes Halldórs, sko. Já, hann getur spilað með derhú. Kann hann að tefla? Nei, ég held ekki. Vil að gera það svona? Já, segur. Skemmtilegt. Ok, Raggi, hún tekið vænt 100% skoru sitt, sko. Já. Hann ætlar að vinna núna, sko. Með kjaft og klóm. Leiðilegasti leikmaður á velli sem þú mætt? Benzema. Já, ekki lengi til svars. Ógeðslega leiðilegur. Hann hefur ekkert sérstaklega gott orðspor á sér heldur. Já, hann bara hundleiðilegur. Var hann með kjaft eða? Nei, bara... Og hvaða leikur er þetta? Klípa eða bara allir leikir, maður átti ekkert snertan, þá var hann byrjar að tauta eitthvað í manni maður. Benzema? Já, 100%. Já, var hann með stjörnustarða? Já, bátitt. Hann alltaf vissi ekkert hver ég var, hann skildi ekkert okkur. Ég var eitthvað að þykjast. Þú voru að passa úr. Förum bara í þetta. Já. Get ekki hann að gert, sko. Fyrst spurning bara, ok, þú mátt velja eitt stað, hvað liðið best? Já, ég verði það að segja Köpen, sko. Ok, fyrst því svo og bara varst, ok? Mér langar að skjóta inn í þarna, hvar, að því að talað bara að Köpen, þú kemur inn þarna og fara að spila með Sölva og það er gaman. Hvar myndið þú segja að þú hefur verið að toppa á ferlinn? Hvar fannst þér þú verið að spila besta boltan, heilt yfir? Annarkvært á Krasnodar eða Rostov, sko. Já. Það var Krasnodar verið svona aðeins að læra að vera meira aggressiv einhvern veginn, fannst mér. Mér finnst ég svona bæta því inn í minn leik. Ég var alltaf að spila svolítið passív, sko. Svo í Rostov þá fannst mér mér fannst ég bara vera með svo mikla ábyrgð þar einhvern veginn og gerði með að fyrirliða hana á einhverjum tímapunkti og það breytir alveg einhvern veginn hlutum hvernig þú ert og spilar og allt það og mér fannst ég svona alveg ég og Sverrir hann spiluðum alveg ógeðslega vel saman í vörninni, sko. En við vorum að tala fyrir þátt að margir segja að Raggi þurfi einhvern til að leiði hendina á sér til að spila hafsend, en þá segir þú, sko, herri, ég og Sverrir spiluðum bara hafsend saman og bara gekk frábærlega, en það var í 3 manna, ekki? Jú. Já. En þér finnst samt, sko, ég veit ég er smá að grípa enda glóðvolga, sko, en að það við vorum að ræða þetta fyrir þátt að þó að þú sér kannski ekki að öskra í sjónvarpi hver á að vera á hvaða stað og svo framvegis, að þá ertu samt, þú ert leiðtogi samt, skilur við? Nei, eins og ég sagði við ykkur, ég hef aldrei litið á sjálfan mig sem einhvern fyrirliða eða leiðtoga í ykkur þannig pælingu, en ég veit bara hvað ég á að gera inn á vellinum. Já. Og það þarf enginn að segja mér hvað ég þarf að gera. Ég veit á hvaða staði ég á að standa og hvert ég á að hlaupa og svona, þannig að ég er bara að fíla að spila með mönnum sem ég treysti. Já. Og eins og við fórum inn á, Kári er einn af þeim og hann er svona þessu hafsend sem að ég hef getað treyst langmest á og ég veit það bara að ég man ekki eftir að Kári hafi gert
einhver mistök sem hafa kostað okkur eitthvað. Nei. Og ég man ekki eftir að ég hafi gert það heldur. Ekki maður heldur því, nei. Kannski, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað, en maður mannaði ekki svona stutt á bragði. En ég fíla bara að vera í liði sem að menn eru virkilega með markmið og eru að, þú veist, hlaupa og vinna og berjast fyrir einhvern annan og vinna að einhverju, frekar en að vera meira í einhverju egoistic pælingum. Þannig lið getur aldrei unnið neitt, skilur. Nei, og sko, hjarta varnarinnar er svo stað á vellinum. Það þarf að ríkja svo mikið traust á milli miðvarana eða eitthvað. Bara að þú veist, er þetta eitthvað, hvernig, er Kári sá miður sem að þú mynda bara besta paraferli myndir segja, alveg klárlega? 100%. Já. 100%. Og Kári er mikill leiðtogi í sínum bara natural personality, skilur. Hann er svona, ég myndi segja að hann og Aron eru svolítið svona fæddir leiðtogar, skilur. Þú veist, Gylfi er okkar besti leikmaður, en þú veist, hann hefur ekki endilega sömu leiðtoga hæfileika og þeir tveir hafa. Hann er að þú ert með lið af fullt af mönnum með alls konar qualities og sem eru, þú veist, betri í einu en verri í öðru sem að mynda sterka heild. Þannig að mér finnst það bara frábært þegar þú ert með meira eins og Aron er náttúrulega fyrirliðinn og Kári, þú veist, er sannur leiðtogi bara í sínu eðli og ég til dæmis, ég er ekki þannig. Eins og þú komst inn á hann, ég er meira svona warrior og þó ég sé nú ekki sammála því að það þurfi einhver að leiða mig í gegnum minn fótbolta. Það er náttúrulega eins og ég er alveg viss um að það getur margir staðfest að það er fjarri frá það að vera satt. En ég hef enga ég hef ekkert á móti því að viðurkenna það að þú veist, það eru sumir meiri leiðtogar en aðrir og það sé ég klárlega í Aron Einar og Kára Árna og eins og við komum inn á áðan eins og með Ara Frey. Þú veist, með klárlega leadership qualities. Þannig að Sko, mér langar að taka eiginlega góða uppeyju, alveg uppeyju, bara eldsnögt. Byrjum með uppeyjunni bara það, ég var ekki að segja að Raggi var ekki leiðtogi, sko. Það var bara, ég bara svara hlustundum, sko. Já, alveg óháð því, að þú talar um að vera stríðsmaður og warrior. Warrior, það myndi mig bara á, og eins og við töluðum fyrir þetta, ég bara gef mig opinbert út fyrir það að vera nörd, sko, ég fagnaði að og talaði um Sub-Zero áðan og Warrior, það myndi mig bara einhvern veginn á WoW, ég verð bara að spyrja að þetta skákþáttur, sko. Ertu tölvuleikakall? Já, ég var það mjög mikið, sko. Já. Það búið minkar og svona. En jú, það var massíft tölvunörd í gamla daga, sko. Hver voru þín leikir? Það var alltaf Mortal Kombat eins og við konurinn á Call of Duty, Gears of War, Colin McRae, örgulega fleiri, sko, ég bara manna ekki akkurat núna. PlayStation maður? Sonic. Maður mikið Sonic. Maður. Var þetta PlayStation eða? Já, svo maður alltaf í FIFA og PS og allt þetta, skilur. Ég var alltaf með Xbox. Ok, þú veist Xbox-kall. Já. En talað um FIFA, hversu mikið fekk á þig að fá reytingi? Hversu spenntur varst að sjá nýja reytingið fyrir sísoni? Ég var aldrei spenntur að ég var alltaf með glata reytingi. Já, þú veist, silfurkall í FCK, sko, ég man það alltaf. Hvað er hæsta sem þú hefur? Manstu það? Nei, ég man það ekki. Pælir ekkert í þessu? Það er svo langt síðan ég hætti að spila FIFA, sko. Já. 78. Ég hætti að spila. Já, það er svona overall. Já. Komst ekki eins og með 80 eða? 80 er helviti gott, sko. Já, það er mjög gott. Ég er að giska samt, sko. Já. Ég veit ekki. Nei, ok. Ég er bara að checka á því. Já, við tökum það eftir. Tökum eftir þátt? Vinn heima. Pottum meira vök í tótal, sko. Við tjekkum það í. Vök, ég sé ekkert á þessu skjánum að vök. Já, Unnar Snær spyr, stærsta lið sem reynda að fá þig? Unnar Snær, fyrir það? Ég bara hreinlega veit það ekki. Það er Sassaf félaginn minn. Hæ? Það er bara kóngurinn, svaraði. Skákmaður? Já. Já, byrju yfir einhverjum fyrir hann. Hvað? Stærsta lið sem reynda að fá þig? Það var svona sem ég heyrði, maður veit aldrei hvað sem maður heyrir að sé rétt, skilur við.
það var Espanjól. Ok. Það var bara eftir fyrsta árum mitt í Göteborg sko. Já, ég ætla einmitt að koma inn að því að þú snertir aðeins á því í byrjun að það voru liða banka dyrnar að snemma. Ég heyrði að þeir komið með eitthvað svaka tilboð og það er bara átt að, þú veist, þeir voru að biðja 5 milljónir evra fyrir mig og ég var með sko, ég var með undir 1 milljón á mánuði, skilur við, og búinn að spila 1 ár í Svíþjóð og liðið var að biðja 4-5 milljónir evra fyrir mig í transfer fee. Það bara meikar eitthvað sens. Og þannig að þess vegna, mér fannst þeir stoppa það, skilur við, ég var sektur við því. En það var semst það sem ég heyrði þá hefði verið Espanjól. Já, og líka Espanjól sko hefði tekið smá díu á seinna árum, en þarna var þetta stór klúbbur. Þú hefði látið menn heyra enn spænsku boltanum. Þeir eru fengið að heyra það, sko. Þeir eru fengið að heyra alveg spænsku frá mér. Já, það var náttúrulega ekkert úr þessu. Nei. Svo er augljóst. En það eru svona hluti sem maður hugsar En byrju, eftir... Ég verða bara að grípa hérna boltarofti. Eftir þá hlýtur síminn að vera full. Ég heyrði miklu meira í fjölmiðlum og sögjóksveitum hér og þar. Það var lítið sem ekkert frá mínum umboðsmanni sko. En það líka, ég var búinn að tala við hann að ekki segja með neitt nema að sé eitthvað alvöru, þegar það er alltaf eitthvað, alltaf einhverju rumors og það er engin tilgangur að spá í því, fyrir að það kom bara actually tilboð inn á borðið sko. Þannig að kannski var eitthvað svona, sem var ekkert það serious, en það var hann ekkert að láta mig vita því, þannig að ég heyrði basically ekki neitt sko. Nei. Hvernig er að koma heim úr atvinnumennsku, þar sem allt er svo fjarlægt, og koma svo heim í grjóthart íslenskt slúður og kjaftasögur? Það er alltaf pressandi að heyra slúður aðra og sjálfan sig og allir svo pakki, þannig að það er bara hressandi maður. Hressandi? Já. Þetta er bara, fólk hefur ekkert annað að gera hérna, skilur. Þetta er lítið land. Þannig að bara leyfa þeim að tala og sjá hvað gerist. Já, það er bara nákvæmlega hannig. Þú ert að fara í slag. Hvort tekurðu með þér? Og vá, þetta er ótrúlegt, af því þú nefndir áðan Kára Árna og Aron Einar sem alvöru stríðsmenn, sko. Já. Og spurningin er, þú ert að vera í slag, hvort tekurðu með þér, Aron Einar eða Kára Árna? Og þessi er búið mótíf. Takk. Ok. Mótífur puttar á púlsinum? Já. Tekur ekki bara Kára, sko, af því að hann er stærri. Já. og við hefum sérstakt samband náttúrulega. Ég held að við varum meira tilbúinir að deyja fyrir einhvern annan. Ok. Já. Heldur en ég Aron, þó að ég held að ég og Aron verðum alveg frekar successful í slag, sko. Já. En ég verði að velja Kára þarna frá mig og Aron. Já. Sko, ég veit ekki hvernig þessi hefð myndaðist, en við erum búin að spyrja bara nokkra gesti í raun núna. Hefur einhvern tímann stigið inn í hringinn? Nei. Nei? Það er Ég hef engan áhuga á því. Leifur, þú búinn að spyrja þessu stóli? Já, ég veit það, því að sko, senast tvo þetta hefur þetta bara einhvern veginn komið upp, en núna var það bara að því við datt í hug. Það var fæst í gert það, kannski. Já. Heimskulegasta fjárfesting sem þú hefur gert síðan þú eignaðist pening, og þessi, Ragnar, þú er gaman að þessi er búið Payday. Ok. Þú elskar Payday. Ég elska Payday. Já. Eru þeir að fara að gefa mér eitthvað? Já, þeir eru að borga eða helmingina fylgistjónu. Sko leið. Nei, málið er það að einhvern tíma líkur atvinnumannaferlinum og þá tekum við jafnvel einyrki og þá eru Payday klárir, sko. Einyrki? Einyrkjastar sem, já, það er svo. Hvað er það? Bara ef þú ert einn með fyrirtæki. Já, ok. Þá sjáðu þið bara bókmenn. Það er svoleiðis? Já, þetta eru kóngarnir, sko. Ok. En þetta er skemmtileg spurning frá þeim. Þeir spurja heimskulegasta fjárfesting sem þú gert síðan þú eignaðist pening. Þessi er góð, mjög skemmtileg. Já, Þessi er geðveik, sko. Keypti mér svona electric bike daginn í Kaupen. Já. Ég sá okkur auglýsingu og fyrst það geðveikt cool, sko. Ég varð að eignast þetta. Ok. Þetta var eitthvað, já, þú veist, það vissi made bikes. Já, mjög töff. Geðveikt cool. Já. Og ég bara geta farið basically á Vesturbrú og keypt með það. Er þetta made? Það held að sé, allavega, þeir eru að selja það í Danmörku, ég veit ekki hvort það er danskt. Já, en það sem ég keypti var ekki það. Ok. Ég geta keypt mér bara heavy cool og awesome made bike. Made eru mjög töff. En ég sá okkur auglýsingu með einhverju drasli og auglýsingin var svo cool, ég var að eignast þetta.
Og hvað borgaði fyrir þetta? 18.000 evrur eða eitthvað. Hæ? Og þetta var bara eitthvað... Þetta var bara eitthvað dvergahjól sko. Þetta var bara eitthvað svona hjól fyrir... bara 10 ára. Ég settist á það og ég var allir í hnipri hérna bara eins og... í fótspræðaratriðinu þarna. Sæll. Og og ég sko... ég notaði það í 1 mínútu og ég notaði það aldrei aftur. Ertu búinn að selja það? Reyndu að losa við það? Nei, við vorum að reyna að selja þetta, ég og vinur minn Danni Már, Danni Póker, þið kennist það. Já. Hann var því ég alveg sorglegur í að gera svona, hann bauðst til að hjálpa mér og við vorum að tala með þetta bara daginn, ég man ekki hvort hann náðist að selja það ekki sko. Ég hefði bara hringið hann. Já. Daniel Már Póker, the most famous Icelandic poker player in the world. Það bara það. Já. Byrju, fyrir hvað sæt? Hefur hann unnið þessu stóru eða? Nei, hann bara most famous Icelandic poker player in the world. Hann bara, já, ok. Það er bara fact. Hvað á bakvið þessa staðreynd? Eða þú veist, slengja þessu frá? Þetta er bara sem að stendur á Twitch prófælum sko. Já, að sjálfsögðu, já, ég er mjög gaman að fylgjast með honum. Þetta er skemmtileg fyrir. Syngja eða tralla? Syngja. Þetta er fyrsta. Já, hvað er að tralla? Sko, einhvern orð okkar hafa svolítið verið að syngja og tralla. Fólk sem elskar að tralla og fólk sem elskar að syngja. Trallar er mikill og söngur. En það var allir svarað trallið. En hvað er trall? Ég er ekki að fatta það. Það er svona, eitthvað skilur. Nei, ég er mikill söngari sko. Það er svoleiðis. Spila hann hljóðfæri eða? Sagði Vöka ekki syngja það? Nei, hann spilaði alltaf gítar en hann sagði tralla strax. Ég ekki það sko. Já, það er spil og gítar? Nei. Tralla er bara svona, stemning eitthvað, skilur. Nei, ég er mikill söngari sko. Hann sagði tralla nú litni. Ert þú bara svona, ég ætla að syngja hérna? Já, ok. Í alveg? Og ertu góður söngari? Ég er góður söngari sko. Lagvís bara á... Já, bara mjög góður. Og spilar á okkur hljóðfæri eða? Já. Hvað hljóðfæri? Spila á píanó og gítar og ég... Já, þú ert alvöru tónlistarmaður. Bjarga mér á trommur en kann ekkert á trommur, ég maður ekki haldið takti sko. En ég kann á gítar og píanó. Það er svoleiðis? Já. Ok, ég verð að taka þetta aðeins lengra. Hvenær byrjaðir að spila hljóðfæri og af hverju? Ég og Allan Sigursson, kvikmyndamaður í dag. Já. Við byrjuðum held ég í 8. bekk í Árbæðaskóla. Ákvaða við að við ætlum að spila á gítar. Læra það. Og hvort við verið í 7. bekk, ég manna ekki. Hann var að byrja eitthvað aðeins og undan mér sko. Og við byrjuðum að æfa okkur saman og hann var á endanum miklu betur en ég. Hann alveg ótrúlega góð tónlistarmaður. Ég er bara svona average á gítar. Já. En hvert er þitt lag á gítar? Go to? Já, allir sitt go to lag sko. Já, það er High Fucker Gently með Tenacious D. Ég lofa ykkur því. Bara, ég get ekki setja á mér þetta. Sorry hlustundur, ég er að fara að grípa í gítarinn eftir og koma með hérna eftir þátt. Við ætlum að taka eitt lag. Ert þú gítarmaður eða? Já, mitt lag er All the Pretty Girls. Með Kaló, sko. Það er... Kaló. Já, við þekki það. Já, Guðabænum. Já, fyrir ekki það. Nú þetta breytist í vesturbæðurum þetta. En þessi er boðið í Fitnessport. Og þeir halda mönnum í standi heldur betur. En þeir spurja, hvað stefnir á að spila lengi? Herðu, það er bara óákveðið. Ég er með samning við Fylki náttúrulega, eða ekki náttúrulega, ég er með, veit að hvað sem lengin. Ég er með samning semast út af tímabil og næsta. Og ég ætla nú bara að hugsa mér að klára það og taka þessu stöðuna sko. Já. Ég er alltaf ekki með neina erlendis metnaði lengur. Og þú býðir fram í landshópinn núna í haust? Já, sjálfsögðu. Já. Veistu ekki enda hvort þú sért valin í hópinn eða ekki? Nei. Ég veit að Eiður hlustar alla, ég ætla bara að setja pressa á hana. Það væri galið að vel að mynda Ragnar ekki sko. Takk, 97 landsleikir, 3 to go sko. Já, ég vissum að Eiður hlustar ykkur sko. Alveg på því. En Fitnessport vildi líka vita hvernig standið á kroppnum? Núna? Já, ég myndi segja að það væri svona
akkurat núna 89%. Já, sem heldur gott. Sem heldur gott með þessa pásu og ströggl sem ég búinn að vera í undanfarið. Ég finn að ég búinn komið vel á strik með æfingunum og leikjunum með Fylki, þannig að ég á rétti leið. Og hérna eftir allt þetta vesen sem ég var að lenda í síðust 2 ár sko. Já. Herri, tökum einu viðbútt. Ná með Getur Raggi með 2 out of 3 eða ekki eða? Já, ég tapaði einnig maður, 10 maður. Er það new 10 minutes? Já, hvað er með? Ég er greinlega bara betri að við svartur. Já, mér sýnist það. Heyrðu, varnarmaður. Kalda kveður hann. Sko, það er ein spurning hérna Raggi sem ég ætla að fá aðeins að umorða. Hver í landsliðinu er svona mesti, kannski lest hann bara með mér, mesti pólitíkusinn þegar kemur að landsliðinu, bara... Pólitíkus? Já. Nei, ákveður, segðu þetta bara svo þig. Æ, mér finnst það ekki skemmtilegt. Já, ok. Hvað ákveður? Hvað mennur það? Bara, ok. Leifur þessu mikil pís. Já, ég er svo leiður í þessu sko, ég á ekki að vera spirill, ég er algjör ekki að sko. Hver er mest að þjálfara sleikan? Já, ok, skilji. Hver er sem að segja, þetta var góð æfingar maður, og frábær þjálfari. Það er enginn, actually. Ekki? Nei. En enginn að segja, þetta var frábær æfingar. Þið erum alltaf allir búin að vera saman svo lengi, þið eru... Nei, það er bara allir mjög mikið að passa sig að bara vera ekki þessi típa, sko. Þú veist, það er nefnilega... Það er lítið niður á svona típur sko. Já. En það er nóg til að þessu í fótbolta heiminum. Já. En ég, í fljótu bragði, þá man ég ekki eftir neinum. Nei. Ok, gott, það gleður mig, ég skjál hann að beininu sko. En þá ætlum ég að tella mig kjark og spyrja bara næstu. Hver á þínu ferli svona, sko þetta má vera móter, þetta má vera samherji, þetta má vera hvað sem er svona mesti, hver er líklegastur til að svindla í lúdó? Bara alvöru svindlari sko. Sölvi. Ha, svoleiðis? Sölvatsson? Já. Hann gerir allt fyrir að vinna eða? Já, þetta er bara sigur vegari, gera það sem þarf til að vinna. Já. Hann myndi fleygja sér með hausinn á undan. Já. Til að vinna í lúdó. Kári, ég held að Kári... Eða bara svo tapa ekki. Ég veist að Kári geta alveg svona slæta einu spili sko. Undir ermina? Til eða frá. Já. Já. Ég held að Sölvi vinnir hættan og svona. Já, er eitthvað að taka hérna... Var þetta leikþáttur hjá Sölva þannig í ger? Nei, ég sagði að þetta var alveg genuine maður. Já, það finnst bara ekki. Fyrst náttúrulega rennur hann á hausinn. Reyndar alvöru leikþáttur að gera þetta reyndar sko, en svo bara það er hann allt í henni, hann sér alveg á síðu stundu og þá hikaði hann ekki við að setja hausinn í sko. Já, ég ætla að segja, þú veist, hvernig getur þú leikið þetta? Nei, ég hugsaði þetta aftur að það segja þetta, ég er svona, hvernig getur þetta ekki leik þá þangað? Nei, þú getur það ekki sko, það er bara... Nei, þetta er ekki leikþáttur. Nei, enga við. Það er mjög skrítin gæi. Já, rindalega hefðin sko. Hvaða leikmaður... Nei, ekki Sölvi, sko, þessi skákmaður. Já. Já, hann er komið drottninguna að það undir biskupinu. Já, svo fer hann með FP fram eins og... Já. Motherfucker. Þið haldið miðborðið bóðir, þið viljið ekki sjá það sko. Nei, þið er bara... Ekkert helst miðborð hér. Ég bara get ekki lesið hérna gæði, ég veit ekkert hvað ég gera. Hvaða leikmaður landsliðsins er líklegastur til að vera þjálfari? Kári eða Aron held ég. Já. Já. Ég er spæðið að fara hingað, frekar hingað. Sér þú þig fyrir þér í þjálfarastörfum? Sko ég er spæðið að taka þjálfara gráðuna sko. Ok. En ég hef ekki engan sjúkan áhuga á þjálfun eins og er. Nei. Þannig að... En ég ætla bara að vera með það sem option sko. Algjörlega. En ég held að þeir séu meira kannski búinir að spá eitthvað í. Já. Að þó ég veit eitthvað um það sko. Nei. Þú ert ekkert að taka neina yngri flokka núna eða? Nei, ég er ekki byrjað að gera neitt sko. Nei. Ég er bara nýkomin heim og... Já, akkurat. Er hérna að koma fyrir og svona. Tjöfullin er þetta maður. Herri, þetta er ábyrgð staflist þetta. Þessi er náttúrulega bara hérna.
Besti landsliðsþjálfari sem þú hefur haft? Wow. Check. Já. Þú ert náttúrulega með, sko, The Big Boss, Lars Lagerbäck. Já. En svo ertu með bara The Human Being, Erik Hamrén. Já. Ok, áhugavert. Ég mikið... Erik Hamrén vann með þessi bara gæi bara ever. 100%. Ég elska Erik Hamrén, sko. Það er ótrúlega, ég hef alltaf hugsað... Sko ég elska hann bara from day one, sko. Já. Sko, menn hafa talað um norsku rolluna, sko, ég hef alltaf hugsað sænsku rolluna í samvíkinu, sko. Hæ? Já, bara ég skildi aldrei Hamrén ráðið. Hann vindlar hann þetta tíkastleikin. Já, það vill enginn hlusta á mig. Mér langar mjög mikið að heyra hvað þú eru málið að segja, Raggi, sko. Hann æðislegur maður og þeir eru alveg bara tvennt ólíkt, skilurðu, stílinni þeirra, þú veist. Lars og Erik. Larsa bara, þú veist, sem hann alltaf gaf okkur mestan árangur var bara don't do mistakes, skilurðu. Já. Bara, það er liðið sem gerir fæst mistök vinnur leikinn. Já. Það er bara hlis. En Hamrén að meira svona, þú veist, vildi láta okkur dreyma, þú veist, og þú veist, spila meira offensive og þora, þú veist, gera hlutina, skilur sem er náttúrulega alltaf meira risk, en hérna mér fannst hann bara svo ógeðslega inspiring. Þú ætlar að alltaf bara hætti í landsliðinu og hann mætti. Já, og hann og Hringdi hann niður ég? Já, og það var hann alveg að langmestu leyti sem að fekk mig til að skipta um skoðun. Það nú að fara að tapa tíma, ég var að gera eitthvað. 1,4 mínútur. Þú ert 6 mínútur, þú ert vanlega að tapa 3. Hann er bara, þú veist, þeir eru svo ólíkir og kannski rekordi hjá Lars er betra, skilur, og hann er miklu meira svona boss típa, sko. Ég hef bara fílaði svo human faktorinn hjá Hamrén. Vá. Og Hamrén er minn maður, sko. Mér er gaman að heyra þetta. Já, mjög gaman. Kári talar líka mjög vel á Hamrén. Ég vil taka það fram að allir minn dómur á Hamrén eru bara fordómar, sko. Eftir bara, þú veist, ég hugsaði bara það er... Það er einn leikur, það er Albaníuleikurinn úti, sem á síður. Já... Hvað það er? Töpuðu 4-2. Úti. Hvað, með Hamrén eða? Já. Ég maður þú verður aðeins að... Birkir, þú ert ótrúlega hvað mannst, sko. Ég spila bara leikina. Það er maður sem er á vellinu. Ég veit það. Ég þarf ekkert að muna eftir þeim, sko. Ég þarf bara að spila. Þið jöfnuðu 2-2 og svo skoruðu þeir. Já, þessi leikur maður. Jesús Kristus. Þið ættu að segja 3 punkta. Það voru einstaklingsmistök sem að gerðu þann leik og ég nefni ekki nafn, sko. Nei, ég geta ekki, sko. Nei, áfram gag. Sko... Það er ég ætla aðeins að brjóta upp. Já, stærsti leikurinn með félagsliði og stærsti leikurinn með landsliði. Skemmtilegt. Stærsti leikurinn var Englandsleikurinn sem að, þú veist, spila á móti Englandi og 16. úrslit og vera... Hvernig var hann eiginlega? Vera successful. En við höfum tapað hann og það var líklega samt verið stærsti, sko. En býtu, sko, objektíft, ef þið tapar við vartum ekki úrslitin, var frakkaleikurinn þá ekki stærri í... Jú, þannig sé, sko. En að því að náttúrulega þetta er England sem er sérstakt kannski. Hann var á leiðinni heim, þá kannski að þið mætti þeim. Ég ætla bara að gera... Nei, þetta er slæmt. It's bad, it's really bad, it's really bad. Ég pinnaður í það. Ég er ekki bara skákan það, biskunum. Biskup? Já. Já, ég... Fuck it. Kannski ekki, nei, þú kemur peðið bara upp og ég veit ekki, það er tvísint, ég veit ekki. Svona... Mér er betur leikinn sem þú varst að hugsa. Það kemst henni í burtu. Ég vil bara gera leikinn sem þú varst að hugsa, sko. Ég er að skemma það. Hérna? Nei, það gerir ekki neitt. En lengra. Já, auðvitað. Tapaði peðinu bara. Já, skýttum peðið. Síðan getur við fara í hérna pælingum. En já. Og með félagsliðið það? Já. Stærsti leikurinn? Ég verði að segja bara Real Madrid úti, sko. Það var helviti cool. FCK? Já. Skítöpuðum náttúrulega, en það var hérna... Santiago Bernabéu? Það var heldur flottur. Hverju voru það? Ronaldo?
Benzema. Það var allir maður, hvað heitir hann þegar nei, sem fór síðan í Paris Saint-Germain. Thiago Silva? Nei. Di Maria, sorry. Já, Angel Di Maria, já. Di Maria og Ramos og það var allt annað sko. Casillas í markinu eða? Já. Því líkt liðið að spila á móti. Hver var þjálfur? Manstu það? Nei. Ancelotti mögulega. Já, kongur. Já, það, manstu, eða svona, hver upplifun á mestu mætingu sem við verða, eða svona mesta andrúmslofti, ef við kannski tökum til hlýðar EM og HM í félagsliði frekar? Það er alltaf FCK Brøndby leiknir sko. Já. Þeir eru alveg, geðvikir sko. Hvað, 40.000 manns? Já, hvað er það mikið maður? Ég veit ekki hvað hann tekur mikið, parken. Það er alveg slatti sko. Ég skal bara tjekka það. En hérna, sko að því að við erum báðir í verkfræðinni, ég og Birkir, og félag okkar gerði lokaverkefni það hvort að heimavöllur skipti máli og tók bara einhverja risastóra tölfræði og komst í praxis að því skipti máli sko. að hann tölfræðilega skipti ekki það miklu máli. Nú? Nei, og hann var líka að bera saman því að það var akkurat eftir COVID þar sem hann gæti skoða tóma útvelli og var eitthvað að bera þetta saman. En já, það er bara einhver tölfræði sem hann tók út í einhverju bachelorverkefni, en þú myndir klárlega að segja að það skiptir miklu máli. Já, líka sko fólk kannski fattar ekki þegar maður er að spila á Íslandi svona, hvaða máli skiptir það? Þetta er bara fótbolti. Einn bolti og dómari og eitthvað svona. Þú ert bara að gera kortur út í Garðabæ, skilurðu, eða Hafnarfjörð eða eitthvað. Þú veist, þú ert að spila í Rússlandi eða Englandi, menn þú ert að fara upp á flugvöll og þú ert að pakka í tösku og kveða fjölskylduna og þú veist að fara, þú veist, auðvitað meina ef þú setur bara upp hvort finnst þér þægilega að sofa heimi á þér eða heimi á okkur með öðrum. Já. Þannig að þægilega að í þínu heima umhverfið með allt þitt fólk. Þannig að þannig sé, en ég held, þú veist, til dæmis í svona lægri deildum eins og hér, það ætti ekki skipt svona miklu máli. Það er öll ferðalögin og hitt liðið með alveg því líka miklu fleiri stuðningsmenn heldur en þitt lið. Þannig að eins og ég sá bara stuðningurinn við landsliðið þannig á EM og allt það, hvað skiptir miklu máli. Já, algjörlega. Klárt. Hvernig finnst þér að koma heim og spila gervigrasi? Gera bara eitthvað. Er það mikið viðbrigði? Nei. Það er bara, gervigrasi orðið það gott í dag að það er bara fínt að spila því sko. Ég ætla ekki að slæði föstu en mér minnir að það verið Kári sem sagði sko bara að gervigrasi sko lélegi fótboltamenn verða góðir á gervigrasi. Já, það er náttúrulega bolti rúlla betur og auðveldar að taka gott touch og svona. Já. Verðum að gera eitthvað hérna í þessari skák. Já, þetta er skemmtilegt. Jú, Kári er svona, það er alveg eitthvað til í þessu hjá honum. Hérna, þegar boltinn er á lélegu grasi í skoppandi þá er erfiðar að sína gæði sko. Já. Ég get bara tekið hann ekki. Nei, ég get ekki hann sko. Bara gera svona. Já, segur. En já, sko ég gleymi aldrei þegar ég fór einhvern tímann að Allianz Arena og ég var bara að fá tór völlinn og bara að sjá ljósin og drasli sem var yfir grasinu. Já, svona hítalampanir og það. Já, það er bara einhverjir milljarðar í viðhaldi á grasvellinum. Þú veist, finnur þú mun á grasi og grasi? Var einhvern veginn svo ég sagði bara, vá hvað þetta er gott gras? Já. Það er allt annað að spila á gamla fylkisvellinum og Santiago Bernabéu ég ætla að fara með lautina þarna sko, lautin er alltaf geitin sko. Það er aðeins betra grasið þar sko. Já, þú veist, með einhverja blöndur og drast, þetta er mjög flott mekanismi á bakvið þetta sko. Sko Raggi þarf að máta á 26 sko. Já, ég ætla ekki að segja orðið mér, ég ætla ekki að truflaði mér. Það er ekki að gerast. Óríklegt. Ég held ég þarf að taka hérna H4 múið. En ef hann dreipir mig það núna, hann tók hann. Hörru, gefum bara eitthvað. Svona. Heyrðu. Gæti panikað hana.
Ok. Niði möguleiki, sko. Fuck. Hvert getur hann farið? Dróði. Það var hingað. Ef hann tekur hérna þá getur ég skákað hérna, sko. Ég verð bara að gera svona. Já. Kemst hingað. Kemst eiginlega ekkert, sko. Nei, þú þarft að máta hann á 8 sekúndur. Ok. Fuck! Þegar ég kom máta. Þetta er erfitt. Þetta er helviti. Enni fer hérna upp. Það fer hingað. Hörru. Býtu. Og svo skák. Hérna uppi. Nei, ekki segja mér það. Jú. Hérna uppi. Nei, jú. Nei. Jú. Mát í næsta. Prímúf. Hvarra? Drestu. Já. Nei, hann tekur mig hérna. Já, þú drefur. Það er einleikur þess. Only move. Það með 0,01,7 á klukkunni. Fatality. Sub-Zero. Þetta var veistlega maður. Ég var hættur að horfa. Ég var bara að afskrifa þetta. Skák er aldrei búinn, þú veist það, mann er best, Já, sko. aldrei að afskrifa þetta. Þetta er segur maður. Djúvill var þetta vel gert. Djöfull, herru. Hann hefði nú sennilega, sko, getið gert eitthvað betur. Já, vá, það er alltaf svolis, við veitum það. En hann tapaði og ég vann. Og þú vannst, það er ekki spurt að vera leikslokum, sko. En veistu hvað við erum að fara neðist? Hraðaspurningar. Ok. Þú klárar þeirra? Ég sá fyrstu. Já. En hún var alveg, ég er alltaf með hana tilbúna, sko. Ok. Sko, ég ætla að bæta við 2 viðbót. Af því að, sko, hraðaspurningarnar hafa ekkert gengið mjög vel hingað til af því að það er enda oftast í því að vera lengst í liðurinn en hérna, við reynum að halda þessu snöggu, sko. Það skapast alltaf skemmtilega umræði, sko, en það var ein spurning sem ég langaði að spyrja á það. Það var hérna, ég man ekki, en ég vil heldur ekki byrja hraðaspurningum án Birkis, sko. Þannig að... Nei, byrjum eftir hann. Tökum við það 30 minn. Má ég fara á klósti líka? Já, hvort þú mátt, sko. Ég tek eina, já. Tek bara eina hérna. Já. Þú tekur hana, ég fór að pissa það. Áttu einn ásver í gallina? Já. Right there. Tengi. Sko, þetta er... Þessi típa? Já, þetta er nefnilega... Það er svolítið óþægileg. Sko, ef að rittarinn gefur hingaða, þá heitir þetta Vienna Gambit. Já. Og þetta verður eins og Kóngsgambitin, en bara miklu betra. Og hérna... En ef hann gerir svona, þá breytist það bara út í leiðilegt 4 rittarantap, sko, þannig að... Þetta verður leiðilegt. Já, þetta verður hundleiðilegt. Það er bara fínt að þú fara að klostur núna, sko. Alveg hræðilegilegt, sko. Þú teldir einmitt hér, sem bara mjög solid. Á móti mér. Já. Og hérna... Þú hefur viljað gera hinum einn? Já, þá hefði ég verið í toppmálu, sko. Já, ég fann það bara strax, sko. Já. Þá hefði þú hérna farið í einhverja sókn sem ég hef ekki vita hvernig ég átt að díla við, sko. Þú fannst á þér að þetta var ekki málið? Já. Já, Birgir, það eru hraðaspurningar næstar. Já, það er að vera frös. Hægur maður, eða mínútu eru 2 leikir búnir. Það er Birgir, hann hefði verið við það, bara 2. Það er ekki því í hraðaspurningar. Hann er ekki búinn að gera. Hvað er hérna? Sestu, ég ætla að kvísla þér, af því að hann var að gera þér. Klár, let's go. Skemmtilegasti samstagsmaður / námsmaður, hraðaspurningar, let's go. Gunnar Helgi. Uppáhalds drykkur á djámunni. Úlfur. Uppáhalds markafælli. Ég hef aldrei skorað markafælli, ég er 8. flokk, ég skoraði mark, sko. Markmaður, sko. Hvað finnst þér skemmtilegast í fótbolta? Clean sheet. Helgi Valur eða Ólafur Ingi Skúlason? Ég verði aðeinslega Ólafur Ingi Skúlason. Aldrei eftir að syngja, aldrei eftir að tefla. Ég verði að segja aldrei eftir að tefla. Já, ég veist það. Ég elska að syngja, sko. Alveg sveikugl. Uppáhalds lag? Ekki á hvað? Uppáhalds lag.
Snöggur, hraða. Það Björn Bragi fylgislægi hérna. Já, það flott. Efnilegastur fylki. Arnór Gauti. Já, ok. Það flott, já. Ég kannski að gera þetta létt. Ég tók Birki í testrun á hraðaspurningunum, sko. Tókstu hann í test? Já. Ok. Vannstu skákina? Já, þú vannst hana. Já, hann fór. Já, ok. Þetta Raggi 3 out of 4, eða ekki það? Jú. Jú. Ég tók svaðalegt comeback hérna á. Það var rosa! Með 1 sekúnda klukkunni, maður. Ertu klár? Já. Ok. Herru, ok, sorry, ég verð að spyrja einu. Já. Stærsti samningur á ferlinum? Krasnodar, samningur. Það sem við var að tala um á hann, milljarðar samningurinn. Já, náttúrulega það var svo sem ég hafnaði, sko. Já. En samningur sem undan því var stærsti, sko. En sér eitthvað eftir því, þú tókst fúlamúið og það stærsta sem þú bauðst þá? Ég sé eftir því núna, sko. Já. En þú veist, ok, fékkstu trausti þar eða? Já, ég fekk alla... Hvað klikkaði þar? Það var bara hugafari á mér og já, ég hélt bara að ég var eitthvað merkilegur með mig bara. Já. Ég held að þetta yrði eitthvað easy og það er svona fyrst gett sem ég actually misti hausinn, sko, á mínu ferli. Ég held að ég væri eitthvað betur en ég væri. Já. Ég ætlaði bara að fara hann í Championship og taka það með vinstri einhvern veginn, sko. Og og var ekkert að einbeita mér að vera í formi og alls konar svona hlutir, sko. Nei. Þannig að það er bara, það var engum að kenna nema sjálfum mér, sko. Birkir. Það var bara fín kennsla. Til að auka pressuna, þá ætlar þú að taka 1 mínútu skáka með einni spyrjaðarspurninga. Vá, ok. Og við erum mjög hátt reytar í 1 mínútu, held ég. Þannig að þetta var ekkert grín. Ertu klár, Ragnar Sigurðsson? Ég er klár. Ok. Byrjum við bara. Já, við reynum að halda tempói. Besti leikmaður sem þú spilað með, félagslið, landslið? Marat Ismailov, Krasnodar. Ok, raukstu þetta aðeins? Af því ég veit ekkert hvað það er. Já, bara Rússi sem spilaði í Lokomotiv og Benfica, Sporting Lissabon. Bara geðveikur miðjumaður, langbesti leikmaður sem ég spilaði með. Langbesti. Uppáhalds, ok, þú stættur út mættur hérna á þinn uppáhaldsbar í Rússlandi. Út í geggjumgýr, það er bara, allir strákarnir mættir, Berti er hérna með þér og þeir eru í geggjumgýr og þjóðnin kemur upp að þér og spyr hvað má bjóða að drekka og það er allt í búið. Bjór. Ok, hvernig bjór? Þeir eru með Viking Light. Þeir eru með allt. Já, Viking Light. Uppáhaldsdrykkur? Nei, Egils Light, sorry. Egils Light, þetta er siðlaust. Jesús! Já, áfram. Ok, uppáhaldsdrykkur, óáfengur? Óáfengur, kók. Kók, sýru eða venjulegt? Venjulegt. Sjálfsögðu. Uppáhaldsstaður í heiminum? Kaupmannahöfn. Skemmtilegasta minning á vellinum? Króatía heima. Fyndasti vinurinn? Sölvi, kallt er að Berti, Kallt er hvað? Stilt þessu upp fyrir Berti minn. Uppáhaldsmark á vellinum? England. Vá, takk. Skemmtilegasta við fótboltann? Skemmtilegasta við fótboltann? Já. Að vinna. Ok, hvernig finnst skemmtilegast að skora? Það er vinstri skalli. Ég bara veit ekki. Ok, kannski, ég ætla að umorða þetta. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera á vellinum? Eða svo veist, góð tækling eða er eitthvað svona sem bara yes, þetta var geggjað. Já, gera assist. Assist, ok. Helgi Valur eða Ólafur Ingi Skúlason? Sem hvað? Fylkismaður. Mætti velja einn í liðið núna. Toppaði bara... Helgi Valur. Helgi Valur. Aldrei átt að syngja, aldrei átt að tefla? Aldrei átt að tefla. Ég vissi það! Uppáhaldslag? Vá, það er alltaf mörg, sorry, ég get ekki svarað þessu. Uppáhaldssamsett? Wu-Tang. Ok, ég ætla að segja aftur uppáhaldslag og þetta er bara fyrst sem kemur upp í hausinn. Þetta er ekki að vera rétt, þetta var bara að vera fyrst sem kemur upp í hausinn. Já, bara Bring the Ruckus þá. Bring the Ruckus. Það var reyndar annað. Ég man ekki hvað heitir. Efnilegastur í Fylki? Núna? Get in! Orri. Orri, já, Robert Orri. Geggjaður. Skemmtilegasta minning utan vallar og þetta er senast að ræða þessa minning. Þannig að mátt alveg taka tím. Utan vallar? Já. Þín uppáhaldsminning. Bara í lífinu mínu? Já. Vá. Já, þetta er senasta sko, þannig að mátt alveg taka tím. Já.
Gets in, Birkir. Let's go. Herri, það var ekkert eðla góður heldur. Djúvel gaman. Já. Já, lagið átti að vera Protect Your Neck. Það uppáhaldslagið mitt með Wu-Tang. Protect Your Neck, ok. Hitt lag er nú bara númer 1 á þeirri plötu. Það er svona, mann ég alltaf það nafn, sko. Ok. Vá maður, ég get ekki spurt bara hvað er besta moment lífsþíns. Jú, ég get það. Ég ger það sem ég vil, þetta er þátturinn. Þetta er erfitt. Já, þetta er mjög erfitt, sko. Það Þetta er líka erfitt af því að He's put on the spot, sko. Já, við skulum Ég leiður að hugsa þessa. Þegar barnið fæddist. Ég bara gat ekki verið viðstæður því miður. Það var sögum alls konar ástæðina. Já. Ok, þá langar mér bara það er eiginlega bara mér langar, að því ég sagði það langar mér langar ekki að hætta þessu en ég ætla að henda í lokalagið og seinasta spurningi kvöldsins er alltaf svo sama. Já. Ertu búinn að horfa einhverju þætti með okkur eða? Það er ekki spurningin. Ég hef hort á smá af öllum, eða nokkrum. Vá, rísa. Stórt. Ég get ekki hort á svona langa þætti. Nei. Nei, einmitt. Þetta eru vel langir þættir og þessi verður vel langur. Það er gerir það skemmtilega, eða allavega finnst okkur það. Þá viljum við bara þakka kærlega fyrir okkur. Payday, AHA, Motiv, Fitnessport, Kemi, Hreyvill, Dómus Nóa. Takk kærlega fyrir árið og Ragnar Sigurðsson að sjálfsögðu. Takk fyrir hrikalega skemmtilega þátt. Takk fyrir mig. Að lokum langar okkur bara að spyrja þig, hvað er mikilvægt í lífinu? Það er heilsa og fjölskylda. Já. Frábært. Takk. Takk fyrir þáttinn. Það er ekki skák en þó hún sé helviti mikilvæg. Og númer 3. Já, hún kemur eftir tónlistur reyndar. Já, hún kemur eftir 3 sko. Herru, frábært. Takk fyrir. Sjáumst.